erum hérna mættir í Chess After Dark, þáttur númer 300 og eitthvað mikið. Maður er löngu búin að vinsa tölun á þessum, Birgir? Já, 316. 316. Og við erum komnir með gest í settið sem að mínu mati, sko, ok, ég ætla ekki að vera með einhverja svakalega fulleringar hérna upp að þáttar. Ég ætla samt að segja, þetta er einn besti íþróttamaður sem við eigum í dag. Gestur Chess After Dark er afrekskylfingur úr Garðabæ og GKG. Hefur verið að gera frábæra hluti í golfheiminum og ber þá hægt að nefna þáttöku hans á US Open nú í sumar. Gunnlaugur, ég ætla nú ekki að segja nefni, Gunnlaugur Árni náði nýverið 8. sæti á heimslista áhuga mannakylfinga sem er jafnframt að hæsta sem að nokkur Íslendingur hefur náð. Hann leikur nú stund við nám við Louisiana State University í Bandaríkjunum og var valinn íþróttamaður ársins 2026 hjá skólanum þvert á íþróttir. Hann er með 70,313 í meðalskor á velli sem er lægsta heildarmeðalskor kylfings í sögu skólans, takk fyrir. Sam Burns náði einu tímabili 70,05, ekki minni spámaður en það sem að hafa líka spilað fyrir skólan. Kylfingur ársins á Íslandi árið 2024 og 2025, eitthvað sem segir mér að hann verði valinn aftur í ár. Velkomin, Gunnlaugur. Já, takk fyrir það. Gaman að fá þig. Litla innkoma. Já. Sko, við vorum að fara fyrir þátt. Ég held að þessi yngsti viðmæli sem við fengið. Tvítur? Já. Það er rosalegt. Með þetta CV líka. Já. Venjulega væri maður sko, með eitthvað Rise and Upcoming Star hérna sem við erum með sannlega, en hann er strax komið fullt á höfulegurum hann. Já, ég er mjög spennt fyrir þetta. Byrjum bara því, Gulli, hvernig búið að vera að koma heim í sumarið? Íslenska? Bara mjög fínt. Það er alltaf bara mikill söknuður á að hitta fjölskyldu og vini og bara komast í íslenska umhverfið á sumrin. Þannig að það er bara búið að vera geggjað að fá smá tilbreytingu og maður verður orðinn smá þreyttur á þegar maður er miklu rútínu að núti að bara brjóta þetta eins upp og fá að koma heim. En svo þegar maður er búin að vera heim í smá þá er maður líka bara ready að halda áfram og fleiri hlutir á döfinni, þannig að það er bara nóg að gerast líka á framtíðinni, eða semst framöndan. Hvað ertu búin að vera lengi á landinu núna? Ég er að detta í svona 3 vikur núna. Ég kom heim í ykkur á 2 daga og svo fór ég út í smá törn og núna lengsti tíminn er 3 vikur. Þannig að frekar galið að hugsa til þess að maður fór því að valla fara af þessu landi bara á hverju ári. Maður fór í frí 2 kannski eða eitthvað og í það maður er í minna en 2 mánuði. Það er galið að pæla í. Sko, venjulegt fólk fyrir golf þegar það fyrir frí, hvað gerir þú? Ég frí, sko... Var þetta kannski ekkert frí? Jú, ég meina, ég fór í veiðiferð í 4 daga sem að ég var ógeðslega spenntur fyrir og byrjaði sterkt á að veiða og svo fekk ég bara einhverja rosa flensu, þannig að ég lá bara upp í rúmi restina af ferðinni eiginlega, sem var smá súrt að vera búin að peppast upp fyrir smá frí og veiði en það endaði ekkert spes. Og svo fer maður bara í að fara að spila golf og þetta er náttúrulega að keppa í golfi og að spila með félagunum er smá öðruvísi. Maður er ekki kannski eins fókuseraður og eins mikið að taka svo alvarlega þegar maður er með strákunum. En maður bara reynir að bara hefðbundu frí ef það er hægt, en það er alltaf svona erfitt þegar maður er í þessu allan dag. Er gaman að spila á völlunum á Íslandi þegar þú er búin að spila á öllum bestu völlum heims og í Bandaríkjunum? Það er mjög öðruvísi. Það er skemmtilegt á sinn einu vegu. Það er náttúrulega, ég er ekkert að finna upp hjóli með að segja að veðrið er ekki spes á Íslandi og og það er ekki stórt tímabil sem við fáum. Þannig að ef ég er engin grassérfræðingur og golfvallar hönnuður, en þetta er ekki uppskrift fyrir að vera með golfvelli í toppstandi allan ársins hring. Þannig að vellinir eru alltaf náttúrulega bara smá ströggl þegar maður mætir inn í byrjun sumars og núna eru þeir allir að koma til og eins og núna er ég hef verið að undirbúa mig með strákunum í Íslandsmótinu fyrir mínu verkefni, búið þetta völlurinn er í toppstandi og það er verið að hugsa vel um þetta, en það er gaman að kíkja heim í nýjar aðstæður. Vellinir eru öðruvísi og mikið af flottum útsýnum, en
maður kannski aðeins svo góðu vanur að Já. spila þessa velli í Bandaríkjunum út að þeir eru bara tip-top, bæði í standi og peningurinn sem að fer í að halda utan þessa velli galinn. Spyr sá sem ekki veit, þetta að spila á þeim bara 12 mánuð árið eða? Það fer náttúrulega eftir hvar þú ert í Bandaríkjunum. En eins og það sem ég er hérna í Louisiana og það er Suðuríki, bara liðin á Texas, aðeins vestan við Florida, fyrir það sem við veit ekki hvar það er og það er bara mjög heitt, eiginlega allan á sýsing og hérna vellinir eru í flottu standi oftast, saman bara í Florida og í þessum Suðuríkjum, en líka bara annars staðar í Bandaríkjunum þá farið alltaf gott sumar, þannig að vellinir verða geggjaðir yfir svona 3, 4, 5 mánuði. Já. Þannig að vellinir í toppstandi núna, þú veist, maður ekkert horfir á allir sig að núna mæti að þið vinnu aftur, vestan með ekki búin og eitthvað. Eru þið núna loksins að vera góðir eða? GKG var í brekku í byrjun sumar sko, Gríninn. Ég er GKG maður sko, Já, ég veit það. alin upp þar og ennþá þar og hérna, ég elska ágúst og september í hérna í Leirdalnum. Það er svona venjulega þegar við fáum að blómstra. Bara fyrir eftir hvar þú ert á Íslandi og hvort þú ert aðeins herra yfir sjávarmáli eða ekki, hvort að grasið tekur vel við. Þannig að, já, ég er svona, mér finnst alltaf annar bragur ef ekki í september. Það býður bara aðeins, taki í frívinnu. Snöggur að taka upp hanskan fyrir sinn heimavöll. Já, maður þarf að peppa þegar maður veit að sko, þannig er hann að blómstra. Finnst mér allavega. Áður en við færum okkur í aðra sálma, þá má ég til með að spyrja þig að því að við erum nú í tjess eftir þetta teflur eitthvað. Heyrðu, ég er ekki mikill skákmaður því miður, en hérna afi minn er mikill skákmaður og er ennþá að keppa, eða semst að tefla eitthvað. Ögmundur. Þannig að ég fór á skákmótið í Hörpu, ég veit ekki hvað mótið er. Reykjavík Open, já. Ég hef farið held ég 2-3 það, afi sótti mig og bróðum minn í skólan eða á körfuboltaæfingu og fengum okkur pulsu og löpuðum fengum bærins bestu og svo í smá skákröld. Þannig að ég tengdu skákinni. Sko afiðinn, hann er sko hörkuskákmaður með 1, 2 og 2, ég hef oft held með honum skákmaður að gamla skólanum. Góður, ég ætla alls ekki að segja kaffehússkákmaður, hann er gamli skólinn, mjög góður og svo var hann líka landsliðsmaður í marki í fótboltaði. Já, passar. Vá, ég hef ekkert eðlilega gaman að þessi. Ég var ekki búist að ég myndi mæta og hérna ræða skákinu hjá hann, en þetta er geggjað. Já, hann er þrældulegur í þessu og hérna er ennþá að skáka svolítið heima og hérna, hann er maður hefur verið í kringum þetta. Ég hef aldrei einhvern veginn dottið inn í þetta, bara einhvern veginn verið með nóg mikið að pæli, en tók það var tími í grunnskóla sem var eitthvað skákkennsla, þannig að maður lærði svona eitt og eitt trikk, en ekkert nóg mikið til að geta telt eitthvað eins og maður. Maður myndi samt halda að þetta myndi liggja vel við golfara sko, því að þú veist, golf er líklega eina íþróttum sem er hægar en skák sko. Já, ábyggilega og þú þarf líka að vera að einhver leiti smá klikkaður til þess að kannski nenna að fara svona all in í íþrótt sem að þú ert að feila hann bara endalust áður en þú verður góður í skilur. Þannig að þetta er svona svipa pæling að þú ert að gera þetta nóg og mjög rólegt og einhvern veginn, ekki fyrir alla. En hérna, já, ég leiði mér að prófa þetta einhvern veginn á næstunni, eða ekki? Já, bara 20 sko. Já, nákvæmlega. Ég mæti aftur eftir nokkur ár og þá er ég þá tölum við bara skák. Já, skákmaður. Já, gaman. Já, ég held að sé alveg þannig að hérna, það þurfi að einhverju leiti svipaðan karakter til þess að vera góður í skák og golfi. Einstaklingsíþróttir er það sem þú þarft að leggja mikla vinnu á þig utan, já, kannski bara leiksins sjálfs sem að, og það eru ákveðin fyrir eins og bara, þú veist, að vera í klukkutíma eða 2 eða jafnvel 4 að púta. Það er ekkert fyrir venjulegt fólk og sama með skák bara endadöfl. Er þetta ekki skákinni að þú ert að lesa mjög mikið til og svona mikið undirbúningur? Þetta er ekkert endilega bara að tefla, þú ert að... Nei, þú veist, það er nú, þessi bestu, þeir eru kannski að tefla eina skák, 1 klukkutíma á móti 6 klukkutíma stúderingum, sko. Já, náttúrulega, og að einhverju leiti svipað í golfi, ég meina, þú með marga þætti leiksins, skilur, og með marga kalla á borðinu og hérna, og sami í golfi út með að dræfa, tegjahögg, út með jafnahögg, innahögg, með stuttaspilið, pút, og eins og segir, þetta er mikil tími sem að fer í eitthvað sem er ekki mjög svona, já, shiny og sexy einhvern veginn að gera, að vera bara standa og púta í 4 tíma, en þarf að gera og svo sama með
svona út fyrir það að það er mikil stúdering líka baku að leikskipulag undirbúið sig fyrir velli og bara einhvern veginn svona mikið að siðareglum þannig að það er alveg fullt af hlutum sem maður lærir líka og þarf að undirbúið í gólfi eins og svipað á skák þannig að þetta er svona einhverju leiti svipað sem er konsept Við ætlum að færa okkur í æsku árin. Við höfum nú horfið frá þeirri hefð en í ljósi aðstæðna. Líka hann er svo gamall að reyða upp æskuna. Þú ekki bara tala um það í dag En þú ert Garðbæingur og ert auðvitað mögulega besti íþróttamaður sem við eigum í dag. Ég ætla bara að segja það hér með. En stundaðir einhver aðri íþróttir þegar þú varst yngri? Já, ég hef alltaf bara haft ógeðslega gaman í íþróttum og byrjaði snemmi í körfubolta og fótbolta bæði með Stjörnunni og var í því heilengi, hætti fótbolta í eitthvað ár og byrjaði aftur í 8. bekk og svo hætti ég og var í körfubolta alveg út grunnskóla, út 10. bekk byrjaði í golfi 12 ára, þannig að frekar seint Já, það ekki. Jú, það er mjög seint í rauninni með að við svona Líka með hvert í dag. Já, og alla í kringum hann, maður einhvern veginn flestir að byrja mun fyrr, hann að ég segi alltaf við krakka sem eru 7-8 ára að segja eitthvað og spyrja mann og hann var bara, þú mörgum árum undan mér að bara alltaf fórum að æfa og njóta en hann jú, ég hef alltaf elskað íþróttir og fekk æði fyrir hafnabolta og íshokkí og amerísku fótbolta öllu svona þannig að ég elskaði bara íþróttir í alla staði en æfði þessar 3 ára og byrjaði handbolta í smá en ég hef einhvern veginn alltaf bara haft gaman að einhverju keppni í þessum boltaíþróttum sérstaklega. Sko, maður var eitthvað aðeins að grúska fyrir þáttinn og getur það staðist að þú hefur samt, sko, þó þú hefur byrjað 12 ára í golfi, þá varstu samt alveg nálgaðist það kannski öðruvísi sem flestir, þú strax komin í markmiðasetningu og byrjaðir að pæla í horfi í jafnvel meistaraflokkin og atvinnumennsku og annað, eða hvað? Já, þetta var rauninni ég hafði alltaf mikinn áhuga eins ég sagði fyrir íþróttum og tók það svolítið all in sem var kannski ekkert mjög gott fyrir fjölskyldun og það ég mætti einn daginn og vildi kaupa mér nýtt sett af takkaskóm og svo næsta dag vildi ég ameríska fótbolta og þetta var alltaf nýtt og nýtt og maður fór all in sko Gott að vera á Garðabænum Já Nákvæmlega en en sko vá Sorry, slóðu þetta Já, ég er bara En hvað var spurningin eftir? Þú bara, þegar þú byrjar í golfinu þá varstu samt þetta var ekkert hálfkák, þú varst að taka þessu alvarlega og varst að setja þig markmið Já, og ég fekk það í rauninni bara úr hinum íþróttum að þegar þú ert í svona liðsporti þú ert að elta eitthvað markmið og það er að vinna leiki eða gera vel á æfingum eða hvað sem er þannig að mér leiði eins og ég var með góðan grunn bara í þessu og fekk einhvern veginn bara æði fyrir golfi, bara strax og þá var þetta bara fór ég að eyða endalista klukkutíma að horfa á YouTube-vídeó alla þessa bestu ef ég var ekki að æfa mig þannig að ég var einhvern veginn bara komin svo skýra sýn á hvað ég vildi gera og hvernig ég ætlaði mér og eftir það var ég mjög heppinn að hitta rétta fólkið sem að svona benti mér á réttu leiðirnar og hjálpaði mér í gegnum aðstæður og hér er í dag þannig að Já. Sko, þetta er merkilegt 12 ára hvað varstu lengi kannski, ef að segja, bara ná jafnöldruðin? Það gerist ekki strax ég einhvern veginn ég var nokkuð fljótur að pikka þetta upp æfði þarna í eitthvað ég kannski byrja á 11. ári að vera 12 og tók alveg svona ár að keppi fyrir mínu fyrsta móti en svo, og ég byrjaði náttúrulega bara á lægsta þrepi í rauninni í úlingagólfi sem var áskorandamótaröðin í úlingagólfi og það var bara mjög næs og tekst að vinna það þannig að þá einhvern veginn fann ég að ég væri alveg á góðum stað og ég geti haft eitthvað fyrir mér í þessu en það tók örugglega alveg 2-3 ár kannski að líðin sem að var orðin svona bestur eða með þeim bestu í kringum minn aldur, þannig að kannski pluss mínus 2 ár. Það er magnað. Já, það er það. En svo líka, ég horfði á þetta alltaf strax bara með við hvert ég stemdi og markmið mín, þá ef þú horfir á tímana sem ég
lagði í þetta og metnaðinn með alla aðra þá svona eftir á higgja þá veit maður bara að þetta var að fara að gerast einn daginn þess að maður myndi ná þessum strákum út að ég var bara all in og fórnaði öllu fyrir þess að vera betri í golfi og Já, það var nefnilega ég var að spila golf með Gauta Gretars daginn sjúkraþjálfara og hann var aðeins að spyrja hann út í því að þetta var beint í kjölfar US Open og hann var að segja að hann hefði fengið þig einmitt inn á bortið sín ungan og það sem hefði einkennt þig var bara hvað þú varst einbeittur frá fyrsta degi. Já, náttúrulega Gauti geggjaður og bara get ekki þakkað honum nógu mikið fyrir allt sem hann hefur gert og hjálpað mér að ég fekk að heiðurinn að fá að vinna með honum mjög snemma sem ekkert sjálfgefið og jú, ég var einmitt bara einbeittur og var líka bara rosalega já, ég reyndi að hlusta vel á fólki í kringum mig sem ég vissi betur. Þannig að þjálfararnir í kringum mig, ég vildi fá upplýsingar og hlustaði og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir bara krakka að vera svona coachable og út af að það ekki sjálf gefið að vita allt og við þurfum að læra og fólki sem eldra og veit meira. Þannig að það var bent mér á Gauta og þar myndaði svona kjarninn af teiminu sem ég ennþá með í dag og hann geggjaður og búinn að kenna mér útrúlega mikið í gennum árin. Sko, ef ég má spyrja, af hverju þarf maður sjúkraþjálfara á þessum aldri? Og fyrir hvað? Þetta er mjög góð spurning út að þegar maður fór heim í hvort sem maður var að fara í einhver ammæli eða bara fjölskyldubúð að maður fekk stundum spurninguna þegar maður var nýkominn úr sjúkraþjálfun eða eitthvað, er allt í lagi, er eitthvað illt í einhverjum bakinu eða eitthvað og í rauninni fer ég ekki til hans útenninu vesinni. Það er ég horfði á þetta aldrei sem sjúkraþjálfun, þetta er alltaf bara starfið, skilur, að vera sjúkraþjálfari en þetta er miklu meira bara, þetta er svona bara líkamsþjálfari minn eða allt sem kemur að bara einkaþjálfari, næringu, styrktaþjálfun, endurheim, sjúkraþjálfun. Það var rauninni bara all in one stopp hjá Gauta og og við byrjuðum bara strax í ferlinu að bara passa allir vöðvarnir hreyfast eins og við viljum eða að ég sé liður og með góða svona mikilvæga bara core hluti, jafnvægi og með því sem við gerum bara byggir rosalega mikið svona athleticism, afsakið fyrir sletta en þetta er mikið af mismunandi íþróttum, við erum að kasta tennisboltum og sparki fótbolta og dribla körfubolta, gera mikið af mismunandi íþróttum í æfingurum okkar sem að byggir í rauninni bara alhliða góða færni og það hjálpar bara að læra ógeðslega mikið. Hvort sem að sé að allt í einu ef ég myndi byrja í, ég veit ekki, skák. Ég myndi örugglega vera fljótar að læra það út að ég er búinn að þjálfa heilan og líkamann bara rosalega vel. Þannig að við byrjuðum bara frá degi eitt að þjálfa og svo hjálpar rosalega mikið að vera ungur með svona mann út af að þegar maður er að stækka, líkaminn er að breytast, taugakerfið er að breytast. Þannig að ég veit, það er einn strákur í golfinu sem að byrjaði hjá honum örugglega svona 1,60 og er núna í kringum 2 metrar. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvað er erfitt fyrir krakka sem að spila golf að togna svona mikið úr honum. Það vartu með mann eins og Gauta sem að er að grúski þér og ít á takka til þess að láta hausinn og hendur og fætur tala saman. Sko, ég verð að spyrja það því að ótrúlegt að heyra þið tala svona ungur aldri, bæði núna 20 og þarna ertu 12, 13, 14 ára. Foreldræðinir, hvað sem mikið hjálpuðu þeir í kringum þetta? Voru þeir með þér all in? Já, 100%. Ég gæti bara ekki beðið betra fólk til þess að vera að baka mig. Eru þau einhverju golfarar? Pabbi er í golfi og hann er mjög góð kylfingur, svona, ég meina ég bara, já, hann er í kringum 0 í forgjöf og spilaði þannig yngri en var í fótbolta eitthvað aðeins og var í fótbolta og hætti í golfi þegar ég og bróðir mig fættumst, kom aftur og byrjaði með mér og hann hjálpaði mér rosalega mikið í byrjun og bara eins og venjulega þetta það með einhvers konar fyrirmynd í þessu og það var bara pabbi að kenna mann allt og hann var, en það sem ég er mjög þakklátur fyrir þau er að þau hafa stutt rosalega þétt við baki á mér sama hvað það er og
ekkert reynt að hjálpa of mikið ef að það er ekki sérsvið þeirra. Þau vilja bara alltaf besta í rauninu og það er ég mjög þakklátur fyrir út að það er ekkert sjálfgefið að fá svoleið stuðning og að þau hafa aldrei reynt að vera fyrir eða þau hafa bara gert allt sem að þau geta til þess að opna þær dyr eða að gera mér kleift að ná þeim markmiðum og en svo í lók dags er þetta líka bara mamma og pabbi og það sem er best við það er að þau styðja mann saman hvort að vinna mót eða spila illa eða maður er meiddur eða skilur hvað er í gangi þannig að það er líka eitthvað sem maður má ekki svona take for granted að þau eru til staðar. Margt smátt sér hefur sig auðvitað í auglýsinga og gjafavörum fyrir fyrirtæki og félagasamtök. Við erum þetta með golfþátt í kvöld. Heldur betur. Og það er að gera ef að fólk og fyrirtæki er að halda afmæli eða golfmót, fyrirtækjamót að láta margt smátt merkja kúluna, handklæðið, fatnaðinn. Fyrir utan það að þeir eru náttúrulega með úrval af flottum golffatnaði. Heldur betur. Til sérmerkingar og öðrum fatnaði þannig að... Eða ertu að fara í marathoni? Já, segðu. Þá er margt smátt til dags. Já, það verður líklega hver að vera síðastur að láta merkja en vonandi eru ekki að svíkja neitt en þið getið ennþá að tjekka á þeim. Svo er það kaldi. Já. Kaldi 0%. Já, mínu viti sá allra besti og kaldi... Kaldi Light komin í glænýjar umbúður og þeim bleik. Já. Skær bleikur. Já, þeir svífum á bleiku skýi þessa dagana. Já. Fyrir norðan og mega gera það því að mér skilst að hann sé hrikalega öflugur. Hann er það 4,4% og tilvalin í veðurblíðinu sem framöndan er. Léttari, feskari og falleri kaldi Light. Að lokum, ef við tökum æskuna sko, hvað umgjörðina varðar í golfi á Íslandi, af því ég stundum velti þessu fyrir mér. Þetta er svo mikið óðsmannsæði að verða afreksmaður í golfi á Íslandi. Svona smá eins og að vera danskur og ætla að verða bestur í heimi í alpagreinum. Sko. Það var að þú getur bara að spila nokkra mánuð á ári. En engu að síður finnst mér samt á síðustu árum hafa orðið sko, sprengja líka bara getulega sér. Ef við tölum bara áhugamannin í golf á Íslanda finnst mér bara fáránlega margir sem eru byrjað að stunda herma golf og bara orðnir ansið góðir golfarar. Þú ert auðvitað búin að vinna Íslandsmeistaratitilin í herma golfi, var það ekki 22? Jú. Korn ungur og sko, er þetta eitthvað sem að tíðkæðist þegar þú veist að byrja 12 ára jafn mikið herma golf og hvernig hefur sko, umgjörðin í kringum golfiðkunna þína verið? Sko, ég man þegar ég byrja þá voru hermandir ekki alveg eins mikið batteri eins og það er núna. Ég byrja í golfi þannig að þegar klúbbhúsið í GKG er nýlega byggt, bara var að opna þannig að 2016 og þau eða 17, já, og þá var þarna hermandi konur í húsið en líka net, bara einhvern veginn móttur og slá í net og þannig að ég byrja þar, ég byrja ekkert beint í herminum en þá allt í náttúrulega búin að opna glugga fyrir 7-8 mánuði viðbútt af æfingum og púkkgríninni líka, þannig að þetta gerði manni kleift að náttúrulega bara geta sinnt þessu tölvöld betur en ég er náttúrulega af þessari svona golfherma kynslóð, þar sem að ég læri golf á annan hátt en byggileifur eða þessi sem að koma á undan mér og undan okkur á Íslandi. Þau læra að spila golf miklu meira og núna er þetta bara til þess að við getum komist á sama stað og samkeppnin er úti, þá þurfum við að ekkert stytta okkur leiðir en við þurfum að sérhafa okkur í öðrum hlutum og þá þurfum við bara að fara í hvað býður landið okkur upp á og veðurfar og svoleiðis og það er bara að vera inni og ef við getum verið ógeðslega góð tæknilega mjög góðan skilning á þessum hlutum þá flýtir það fyrir lærdóminum úti að spila golf þannig að ég í rauninni við bara ég hefði ógeðslega mikið á tækni og slá boltan og elst þannig upp en þetta er náttúrulega búið að vera bara frábært fyrir okkur og er stór ástæða okkur við erum að kannski komast lengra í sérstaklega golfi ekki og öðrum íþróttum er bara þess að tilkoma nýra tækni til þess að gefa okkur betri séns á að master eitthvað sem að geti hjálpa okkur. Er aðstæðan í Íslandi nægilega góð í dag til að auðvitað veitum við að við vært í frábærum skóla að núti og eins og við tölum við byrjun með geðveika velli allstæðar í kringu þig. Er aðstæðan nægilega góð í Íslandi þannig að þú gætir orðið world-class bara, ekki endilega þú, bara allir. Er aðstæðan þannig að þú getur það? Ertu að meina þá bara búsettur á Íslandi og vera bara á Íslandi? Já. Það horf á lifandi sönnun hérna fyrir fram að þig.
Já, Sko, ég myndi segja það er alveg hægt. Þetta er mjög erfitt, sko. Þú getur svo kannski vörklass, ég veit ekki, en bara já, svona á Já, toppnum. þú getur náttúrulega aldrei farið á toppin í atvinnugolfi bara á Íslandi út af því að mótaröðin á Íslandi coverar ekki stærra en Já, það, skilur. áttum að það þurfti kannski að keppa erlendis ef hann æfa á Íslandi. Ég myndi segja, sko, besta leiðin fyrir mig að lýsa því væri að þú væri kannski, ég meina þá þetta PGA-túr, þá ertu að byrja það saman kannski við Premier League, þá ertu að segja, það væri svona svolítið að segja að einhver Premier League leikmaður Íslendingur var alltaf að koma heim og æfa á bara einhverjum battavelli fyrir utan, skilur, Garðaskóla í Garðabænum sem er smá slitinn, þú veist, vantar smá kannski net í annað markið og smá hólóttur, skilur, þetta er svona, þetta er nóg gott og þetta er ekkert nokk á golfvelli á Íslandi út af að þeir eru frábærir og við erum að gera ótrúlega gott með það sem við höfum og við erum út í við Atlantshafið, skilur, hana alls ekkert nokk á það en ef við bara sperða saman við stóra heiminn og það eru ekkert allir sem að sjá þetta með augunum sínum út af það er ekkert allir sem að spila þessa velli en þetta er bara svart og hvítt og þetta er eiginlega bara annar leikur. Stuttaspilið fyrir okkur sem að vitum hvað það er, bara allt chip og púkt er bara allt annað og þannig að það er svona stóri munurinn. Þannig ég myndi segja þegar þú ert komin á sviðið sem þú ert að keppa á PGA-túr þá þarftu örugglega líta út fyrir landsteinina og vera allan eitthvað þar en ég held að fyrir okkur Íslendinga þá getum við aldrei líka tekið bara full on stökkið yfir út af að við erum bara heimakæður mörg og viljum líka koma heim og vera með okkar fólki og okkur líður vel, skilur þannig að ég myndi segja að þetta væri svona já, þetta er alveg hægt að einhverju leyti, ég meina var ekki Haraldur Franklín hjá okkur og hann býr á Íslandi og er fremstur okkar atvinnukylfinga kalla megin í dag á skorundamótaröðinni og hann kemur bara heim til Íslands en þá er líka best að taka törnir. Þú tekur kannski 2-3 móti í einu og oftast ertu að byrja að toppa á öðru 3 mótinu og þú ert að kannski aðeins meira inn í þessum aðstæðum. Ein heimskuleg spurninga og fyrir hlustendur sem eru kannski að hlusta fyrst á þetta nokkar. Ég hef ekki farið í minigolf sko, en ég veit ekki hvað þetta þáttu snýst einu sinni. Þú ert í golfið eða ekki. Hjálpa þér eitthvað að hafa að spila á íslensku völlum á þessum góðu völlum? Bæti maður sig í golfi að spila á lélugum völlum? Já, 100%. Já. Ég meina, skilur ef ég tekið þetta aftur í samlíkinguna við fótboltavöllina að þóttu á batavellinum, skilur, og þetta ennþá svipað góður að senda leið og ert komin á geggjaðan grasvöll, skilur, smá blautur og það er bara skemmtilegra og því líður eins og það sé svolítið auðveldara að einhverju leyti. Þannig að þegar ég fór út í mér fyrstu mót maður var svona, væntingarnar voru svo lágar, skilur, að það var allt bara geðveikt og sem var líka geggjað þá hvernig varstu jákvæður, þú varst í góð andlegu hugafæri en þú þarft alveg að læra, allt í einu eru grín ógeðslega hröð og þá þarft að púkta lausar þá fara grínina breytast aðeins, skilur, hallinni verður meiri, skilur, ef það eru hröð, skulum ekki fara og mikið út í detail en það er svona hluti sem að breytast og það er alveg að læra en fyrir mig þá virtist þetta alltaf miklu meira eins og ég var með stjórn á hlutinum það ég vissi ef ég sló gott högg þá var hann að fara að lenda eins og ég var að búast og myndi gera það sem ég ætlaðist af boltanum að gera en hérna heima kemur stundum bara eitthvað ég sá þetta ekki fyrir mér þannig að eða bara á lélum á öðrum öllum úti þannig að ég myndi ekki segja að ég myndi segja að maður verði tölvöld betri og það hefur alveg hjálpað manni að þegar ég kem út í háskólan og við förum á kannski ekkert spesvöll þá finnst mér hann ennþá geggjaður eða svona þannig lagað og þetta minnir standardar eru bara læri eftir að alast upp á Íslandi í vera veðurfari. Já. Við ætlum einmitt að fara okkur yfir í LSU. Sko, og því tengt sem þú varst að spyrja út í áðan, Birkir, með sko, aðstöðun á Íslandi og hvað þetta er frábrugðið því sem að þekkist þarna út í Bandaríkjunum. Ég velti því einmitt fyrir mér þegar þú ert þegar skólar að bera víurnar í þig og þú ert að skoða tilbúðin, sko, þá hlýtur það, ég veit hvernig virkar það,
þeir horfa kannski í metorðin, þú komið einhverja punta á áhugamanna listanum, en ekkert kannski sem til, ertu að smíða spólu og senda þeim, hvernig ferlið? Ertu með umbóðsmann? Núna ég með umbóðsmann, stuttasvarið, við erum að ræða það eins betur á eftir, en ferlið það mjög áhört ferli út að þetta náttúrulega mismunandi eftir íþróttum. Ég náttúrulega kynnst núna aðilum bara í öðrum íþróttum og það er annað að vera fótboltamaður að reyna að komast út og golfari. Það er náttúrulega bara annað sport, en að vera golfari og fara út, þú getur gert það rosalega mikið sjálfur og þetta er allt bara undir þér komið hversu mikið þið langar að gera þetta. Að mig langaði þetta ógeðslega mikið og þetta var bara markmiðið og fara út í háskóla. Þannig að leiðin fyrir okkur er að koma okkur á framfæri og við gerum það með því að senda e-mail, followa þjálfara á Instagram, skilur að vera bara að einhverju leyti smá uppáþrengjandi. Ég gerði það ekki mjög mikið en ég byrjar að fatta heiminn núna meira eftir að vera í þessu og ég mæli með fyrir krakka að ef við bilaðan áhuga fyrir skóla og mikilvægt er að hann sé ekki út fyrir þinn svona out of your league í rauninni, þetta er skólið sem er við hæfi að ekkert vera óhræddur að sína þjálfaranum að það langar að koma á þetta og ef það þýðir að followa hann á Instagram og likea öll post sem hann setur út eða likea storyin hans að ef það gefur honum athygli og allt í einu sér hann að því langar að koma það opnar augun en ferlið sjálfur sér fyrir mig það var það þannig að ég fekk góða hjálp frá Sigmundi Einari Simmi og var Íslandsmeistari í golfi og atvinnumaður út í skóla og hann með mikla reynslu í þessu og hjálpa krökkum ennþá og við fórum strax að búa til svona ferilskrá. Þetta er bara eins og að sækjum vinnu á einhverju liti. Byggum til ferilskrá og þetta er náttúrulega bara golf, árangur og mismunandi svona litli hlutir, góðslega langt með hvað kilvu og allt til þess að gera allt bara aðeins meira professional. Og það er þú veist að sitt þjálfar að fá 20 til 150 e-mail á dag frá krökkum. Skiptir námsánangurinn ekki máli eða? Jú, að einhverju leyti. En þú skilur hana þessi þjálfar er að fá mikið áreiti og þú þarft að láta standa út. Þannig að við gerum litla hluti til þess að láta okkur standa út, sendum e-mail með félagskrá, við byggjum til vídeo, þar sem var bara sveiflur sem ég sló og ég kynnti mig og sagði bye í vídeónu, bara mjög basic, ekkert mjög flott en does the job. Og við sendum það út og þetta er allt bara að koma nafninu á framfæri. Maður fær svör frá sumum þjálfurum bara deleta þessu og þá skapar svona smá tenging. Og svo erum við mjög heppin líka við kylfingar sem hafa farið í skóla, hana Haraldur Franklin. Bjarki Péturs var ótrúlega góður mig í þessu ferli líka. Hann var í Kent State í Ohio með Gísla Sveinbergs og ég komst í samband við hann skóla og komst í samband við einhverja skóla bara gegnum íslenskar tengingar. Og svo fer á næsta skrif og þá fer að keppa erlendis út af þjálfararnir vilja sjá þig spila og það er eins og verður að fara í vinnuviðtal. Bara trial, eða ekki? Já, bara trial einhverju leyti, þeir eru að koma og sjá. En þarf þú að borga það sjálfur, eða? Já, basically. Ég þarf að borga fyrir að fara í þetta mót. Þannig að ég fór í mót í Miami í janúar 2 árum, 2,5 ári áður ég fór út, held ég, og þá fekk ég athygli frá þjálfurunum og þá var þessi vinna sem átti sér stað á undan að sína sig út, að þá allt í einu þekktu þjálfurarnir, herru, þetta er hann sem að senda mér e-mail. Pirrandi gæðin? Já, pirrandi gæðin, einhverju leyti og þeir sjá mig og þá þarftu líka að vera meðvitaður hvað sker mig út frá hinum, út af að allir í þessu móti geta slegið hann vel og spila vel. Þannig að ég hugsaði hvað er styrkleiki minn og mig er alltaf langa að vera mjög svona rólegur á velli og ekki einhvern veginn fara of hátt, ekki of lágt og ekki láta léleg högg pirra mig of mikið. Þannig að ég reyndi að sýna svona mental strength til þess að bara, bæði sem bara ég sjálfur en til þess að þeir myndu líka horfa á þennan gaur og eitthvað. Þetta er eitthvað sem ég geti þjálfað. En hvernig sýnir maður það? Sorry. Til dæmis, þú slær ömurleg högg eða ert að spila ömurlega en þú breytir ekkert farinu þínu, hvernig þú ert að labba, hvernig þú ert að
bregðast við höggum, Og góðum það er tekið lélegum. eftir þessu. Já, þeir eru að pæla í öllu þessu. Já. Þannig að ég hef alltaf sagt og mér var sagt líka þegar ég fór út í fyrstu mótin að verða að pæla í þessu, ekki vera hagar eins og fáviti að Ekki kasta kellu. Já, lemja niður kilvum eða þeir fara bara strax og hugsa þessi gæði er ekki að fara að koma Hann er ekki með hausinn í þetta. Nákvæmlega. Þannig að já, og þá byrja þeir að horfa á þig og þeir sjá eitthvað í þér eða sjá ekki, þá fara þeir að senda á þig. Svo þetta bara endalaust communication á milli, símtöl og er mjög þroskandi allt í næstu 16 ára að rífa upp síman og facetime með einhvern Ameríkana sem er 40, 50, 60 og hann að selja þér allt í heiminum skilur af hverju áttu að koma í þennan skóla en ekki hinn. Og svo fer ég heimsókn, þannig að ég valdi 3 skóla sem ég leist vel á, fór í heimsókn og valdi út frá því. Og valdi í rauninni annan skóla en ég ég valdi East Tennessee State, ETSU heitir skólinn, og svo sumarið árin ég fór í háskóla þá skipti þjálfari minn í LSU og ég fekk að fara með, að hann baði mig að koma með. Þannig að það var í rauninni, já, bara risastórt og ég er mjög þakklátur í rauninni fyrir það og það LSU er á allt öðru mælikvarða heldur en hinn skólinn, þótt að hinn er frábær líka. Ein spurninga þegar við vorum að ræða þetta fyrir þátt og ég lofaði að koma inn á þetta í þættinu frekar, sko, að því eins og við erum að tala fara inn í þennan frábæra skóla, ég velti fyrir mér, sko, og ég held að hlustendur séu líka veltaði fyrir sig, allavega einhverjir, hvað græða skólarnir á að bjóða þér gull og græna skóa, allt frítt og annað, what's in it for them? Þetta er mjög góð spurning, ég ætla að reyna að svara eins vel og ég get, ég þekki þetta ekki 150%, en kerfið er náttúrulega allt öðruvísi í Bandaríkjunum. Þú ert með skólana og svo ert með íþróttapartin af skólanum og minn skóli er, já, svo ég segi sjálfur frá örugglega top 5 stæðsti íþróttaskólinn í Bandaríkjunum og til þess að setja í samhengi þá er fótboltavöllurinn okkar með ameríski fótboltavöllurinn, hann er með 103.000 manns. Jesus Christ. Og höfum átt rosalega mikið besta íþróttafólki í heimi í þessum skóla. Þannig að þeir þurfa líka að halda í þetta repetition. Við erum með besta fólki. Já, og ameríski fótboltinn sækir svo mikið pening fyrir skólan. Ég meina, þú vorst að selja upp 103.000 manna völl nokkur sem ári, þá og margir fari í þessa skóla út af því að þau vilja upplifa þessa stemmingu, að vera partur af stóru skólunum. Þannig að í rauninni er þetta svona píramídaeffekt, að þetta fer þaðan og rennur niður til okkar í íþróttunum sem eru minni eða sem er ekki að sækja peninga fyrir skólan og þá í rauninni fá þessar íþróttir styrki og hann í rauninni bara þegar við sjáum fótboltalegana þá bara ættum við að þakka fyrir, skilur þetta, þeir eru ástæðan okkur að vera með það. Þeir eru að borga reikningar. Já, nákvæmlega, en hann að þeir þurfa í rauninni bara að gera þetta og þetta er bara menningin að þessir skólar eru með svo mikið íþróttabatteri. Þannig að þeir sækja allan peningin og við notum góðs að því. Áhört. Þeir ættu nú reyndar að þakka sömuleiðis fyrir, þetta er íþróttamaður skólans. Takk. Nákvæmlega. Þvert á alla greinar. Þvert á alla greinar. Það kom mér rosalega óvart, ég var ekki að búast því. Út af já, eins og ég segi, við erum með ótrúlega mikið góð íþróttafólki og þessar amerísku fótboltaleikmenn eru sko vægast sagt stórstjörnur í augum Ameríkanana og fyrir okkur sem að við Íslendingar föttum ekki alveg hversu stórt þetta batteri í Bandaríkjunum en háskólaíþróttirnar eru örugglega töluvert stærri en þessar atvinnuíþróttir, þannig að NBA, NFL að þegar ég bý þarna og upplifi þetta sjálfur þá finnst mér stemmingin og fólkið fylgjast töluvert meira með háskólaíþróttinum. Ég myndi líka þessu saman við að halda með einhverju félagslega á Íslandi og svo í ensku deildinni. Háskóli er svo mikið þeirra lið. Já. Svona með hvernig þú talar og hvernig þessi skóli er, ég meina, þú býr líklega þú ert ekki í herbergi með einhverjum 8 strákum, þú ert í einhverju penthouse íbúð bara. Ekki svo gott, en við fáum það rosalega gott. Sumir skólar bjóðu upp á að þú fer í svona típist dorm sem við þekkjum, það sem þetta bara hótelherbyggi, 2 svona kojurúm í horninu en við fengum að íþróttafólki í skólanum fær íbúð þannig að við vorum 3 saman í byrjun
og liðsfélagar og við fengum okkar eigið herbyggi og baðherbyggi sem svona alveg frekar stór partur af því bara að lifa. Ég meina, með þitt eigið space og svo deildum við bara eldhúsi og stofu sem var bara mjög næs. En hvað sagði þú þetta? Ég var bara að bera saman með íþróttina. Félagsliðin og háskóluna og einmitt. Ég mjög sammála því að eins og það sem að þú sagðir með félagsliðin að þetta svona, við förum í gegnum við förum í körfubolta eða fótbolta, ég fór í gegnum Stjörnuna og þá ég fara að vera stjörnumaður og vonandi eignast maður börn sem að fara í Stjörnuna og spila íþróttið þar og þannig að þetta svona, það einhvern veginn sama á háskólinn. Ég meina, þú fer í LSU og eignast svo börn og þú vilt að það fer í LSU. Þannig að þú tengir miklu persónulegra við þessi lið heldur en að þú tengir við Boston Celtics eða Tampa Bay Buccaneers eða eitthvað skilur. Þannig að þessi, eins og bara fólkið þegar mætir á völlin, það er náttúrulega bara sérðu að þetta skiptir það máli og þegar liðið ekki að standa sig þá heldur betur lætur fólk heyri í sér. Sko, þú ert á fullum skólasvipan eins og við rættum aðeins áðan við íttum á grænatakkan og rekk. Sko, ef þú ættir að gíska, hvað heldur þessi heildar, ef ég ætlaði bara að fara að sækjum, nákvæmlega, ég segi bara, ég ætla að fá bara Gunnlaugs Árnapakkan, nema ég skal bara borga allt fyrir mig sjálfur. Já. Hvað heldur þetta sem mikið? Sko, við rættum á hana, þessna skólagjöld í svona skóla og ég held að þetta sé bara mjög svipað í Bandaríkjunum. Það eru töluvert dýrari skólagjöld að núti í svona þessum góðu námsskólum. En hvað segðum við? 7-8 í skólagjöld, já. Á ári í skólagjöld og ég taldi það að vera kannski svona 10% af virðinu. Ég meina, ef þú pælir í því bara það sem að við fáum að vera í svona íþrótta, að vera partur af liðinu, þú fær náttúrulega öll föt, þú fær fæði, þú fær gistingu, kylfur, allir búnaður, skilur við, öll ferðalög. Ferðalögin, þú fer að keppa, við förum í mörg mót og á allskyns flotta staði og þetta allt borgað í rauninni af skólanum. Þannig að, við vitum öll að það er ekkert ókeypis að ferðast og ef þú segir það sinnum 7 eða 8 eða 12, jafnvel, við spilum öruglega í eitthvað cirka 12 mótum ári, að þá ertu komin í góða summu og hvað þá ef við bætum inn einhverjum ferðalögum í einhverjum svona flottum flugvélum eða eitthvað, Já, þú ert ekki 37D? Jú, við erum ekki í svo mikið luxus alltaf. Við fáum að fljúga 3 ára ári í einkaþotu. Já, næs. Bara 3 ára samt? Já, bara 3 ára. En svo erum við bara í Kósi 32 ABC og bara við klósið þennan aftur í. En þetta er galið í rauninni að hugsa til þess að maður er í golfið í Bandaríkjunum og maður hefur farið í einkaþotu 6 sinnum, skilur, eftir 2 ára. Það er fáránlegt að hugsa til þess. En mikil forréttindi og þetta er svolítið bara svona öfgadæmið í kananum ofta, það er ekkert farið hálfa leið með suma hluti. Þegar það er svo mikið peningar í þessu þá er þetta gert. Já. En minna eins og Leifur segir, auðvitað er gert vel við hann er að gera heldur góð hluti fyrir þá. Minnst að það hefur gert, segi ég, sko. Já, nokkulega. Það er að setja kröfu oftar. Já. Hvernig verður það? Það væri gott, sko, eins og við verum að tala sko, að þið vorum aðeins aðstöðun á Íslandi og núna hvernig kaninn fer all inn í þessu öll saman. Bara til dæmis með aðbúnað og fatna og ekki síður kylfur. Hvernig er þetta? Sendur bara SMS og bara komið nýja kylfu 2 mínútum seinna og kannski bara aðstæðan, þjálfarar og aðbúnaðar almennt? Já. Sko, þetta er rauninni, sko, skólanir venjulega eru með einhver sambönd við fyrirtækin. Þannig að skólinn minn við keppum í FootJoy-fötum og spilum, fáum mjög góðan stuðning frá Titleist. En í rauninni leikmenni fá að ráða hvaða kylfum þau nota og við erum oftast með einhvers konar samstörf við þessi fyrirtæki sjálfur. Þannig að ég spila með Titleist og eitthvað aðeins ping en aðalega Titleist og þá er ég bara með kontakt hjá þeim og sendi ef það vantar eitthvað en svo er þetta bara eins og allt annað, maður má ekkert misnota það og biðja 3 setta ári, skilur. En já, svo erum við erum Nike skóli, þannig að við erum í Nike
í ræktinni og ferðumst í því og þannig þetta ofta skipað og skólanir með mismunandi díla við mismunandi merki en já, við erum mjög heppnir með það og en svo sem ég segi það geta allir verið með sína einn merki ég get verið með Titleist og þú Callaway og þú Ping skilur og við varum allir liðsfélagar og fáum allir sama servicið þannig lagað þannig að það bara tjálta öllu til fyrir okkur til þess að spila okkar besta golf. Ég veit að Leifur kemur að US Open eftir. Þegar þú varst að keppa í US Open, var það bara Gunnlaugur Árni eða var það fyrir skólan? Það var bara ég. Já, tengi skólanum ekki neitt? Nei, í rauninni ekki. Þarna kemur Birkir reyndar inn á áhugaverðan punkt, sko. Af því að þessir ekki NIL samningar sem að hafa rutt sér til rúms. Sko, það sem að þú ert annars vegar einmitt með skóladílina og svo ertu með þína eigin og það er vantilega þvílíkur kostnaður sem fylgir því að þú ert ekki bara að keppa alltaf fyrir skólasund eins og US Open eins og þú segir og þar eru allir með póka og það hlýtur á Svölu ára ég tók eftir að þú veist LSU póka þar er það skólinn sem að borga þér fyrir það eða? Þetta er mjög góð spurning og þetta er eitthvað sem að svona opnaði nýjan heim fyrir mig þessi svona business lega þessu að pæla ekki í þessu þegar maður er bara í háskólanum að keppa fyrir skólan og já, þannig að í rauninni fær maður valið þarna að sko í þessum risamótum að þú ert náttúrulega með allar killuframleiðslu fyrirtækin öll þau vilja pókan þannig að Titleist, ég spila Titleist, þeir vilja pókan en þá fer svolítið svona negotiation í gang bara eins og þess er ég með umboðsmann og hann gerði vel þessa viku að passa upp og allt svona en þá er það bara spurning hvort að borgi sig að fá eitthvað smá penning frá Titleist til að nota pókan en það náttúrulega að borga uppihald og húsnæði og að gist í Hamptons í New York og bóka það viku fyrir og bóka húsið í viku fyrir svona 6-8 manns það er ekki mjög ódýrt þannig að við í rauninni sáum það að þjálfari minn bauðst til þess að borga fyrir mig úr skólabudgetinu og þeir geti gert það og þá vilja þeir póka hann í staðinn og ég sé sýnilegur í merki skólans þannig að já, ég ákvað að gera það frekar en að vera merktur einhverju merki kilfu fyrirtæki og það er bara En borgar US Open, borgar þeir ekki bara fyrir þetta? Nei, í rauninni ekki þeir gefa smá styrk upp okkur að nokkru 100 skalla en fyrir okkur áhafmennina sem hann alltaf mæta þarna og geta ekki unnið þessar milljónir sem að hinnir atvinnumennir geta þá er þetta bara kostnaður og en þess vegna er ég rosalega þakklátur fyrir skólan ég meina að hann gat dekkað húsið fyrir mig og fjölskylduna mína fyrir þessa viku og þeir flugu mér frá skólanum þar sem ég bara preppa og undirbúa mig í mótið þannig að það ertu strax komið með risa part af kostnaðinum þannig að eina sem var eftir var rauninni bara þá að fá teimið mitt út og fjölskyldu og uppihald og svona allskyns aukakostnaðir en svona húsnæði og flug er alltaf dýrast í þessu Þú komst inn á áðan, mér langar aðeins að bakka með aftur af því að þetta var áhugavert og sérstaklega sem ást að nefna fyrir unga golfara sem að langar að komast í skóla hvernig þeir geta auki líkurnar en líka atburðarásin hvernig þú fórst í LSU sko. Jake Amos hjá East Tennessee vill fá þig og hann færi sig síðan yfir til LSU sem er eins og þú segir bara einn stærsti íþróttaskóli í Bandaríkjunum. Hvernig voru tilboðin á borðinu áður en að Jake Amos færið til East Tennessee? Voru aðri skólar í sömu stærðargráðu og LSU á þeim tíma? Ekki, sko það var einn en ekki á golfsviði. Það var svona svipa stærð á skóla, það er Ohio State og til dæmis unnu þeir, ég þurfi ekki að fara með en þeir unnu held ég fótbolta National Championship kallast það og eru bara einn af þessum risastóru skólum í íþróttum með bauðst tilboð frá honum og í TSU og sem Kent State sem að Íslendingar höfðu áður farið í og þetta voru svona í rauninni 3 tilboð sem ég var að velja á milli ég hefði örugglega ég var alveg með svona optiona annars staðar og minni skóla sem að bauðust mín en ég
var spenntastu fyrir þessum 3 og heimsótti þessa 3 en já, valið í rauninni fór þannig fram að ég sá 2 skólanir í Ohio sem viðurfarið ekkert spes Velkomin til Íslands. já, liggur við, ég meina það bara jafnvel kaldara þarna yfir hávetur en þar á móti þá að fá geggja viður í svona 2-3 mánuði og geggjaði golfvelli en það meira yfir sumatíman þannig að ég hugsaði það var ekki alveg eins svona worth it og svo líkaði mér svo vel við allt í Tennessee að þjálfarinn englendingur þannig að hefur upplifað það að vera nemi golfari og nemi frá öðru landi og að flytja og vera frá fjölskyldu þannig að mér leiði þess að ég tengdi við hann og hugsaði þetta eitthvað svona gaur sem ég geti farin á skrifstofu og sagt bara ég ógeðslega þreyttur á að ég verði ekki búinn að sjá fjölskyldum minna lengi og eitthvað svona þannig að ég tengdi strax betur við hann og menningin það var mjög næs og en svo náttúrulega endaði ég ekkert með að fara þangað en ég ennþá með þjálfaran og svona þetta core hópinn sem átt að vera liðsfélagið þar hann fekk þá með ég þekkti til var englendingur Svíi og annar englendingur sem var að koma inn næsta ár sem að ég þekkti vel úr hinum skólanum þótt að ég fóraldri en ég kynntist þeim og þá varstu strax einhvern veginn kemst inn í nýtt umhverfi og þekkir aðeins til skilur og áttu vini og getur einhvern veginn komist aðlagast betur komist inn í hlutina Spyr sá sem ekki veit eitthvað önnur lönd heldur en Bandaríkin sem það hefði getað skoða Bandaríkin bara eina úrvalið maður ætlar að fara á toppinu Ég myndi segja að Bandaríkin væri eina úrvalið bara í þessum NCAA heitir þessar háskóla íþróttir reglífin yfir það bara albatterið í heiminum kaninn má eiga það að þeir eru rosalega góðir að gera þetta og ég mjög ánægður eins og með það sem að hefur núna í gangi og umræða sem að Hjörvar búinn að vera svolítið að íta á bara með allar íþróttir hvort sem þessi fótbolti eða körfubolti eða golf eða eitthvað annað að vera að fara út í þessa háskóla og það að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað þú ert trýtaður eins og miklum konungi bara að vera íþróttumær í svona skólum og tækifærin sem þú færð að þetta ekki djók, þetta eins og að vera bara í topp atvinnumanna liði í Evrópu í öðrum íþróttum umgjörðin og hvernig þið líður sem leikmaður þannig ef þú getur gert það og borgað lítið sem ekkert fyrir það að fara að hjálpa þér rosalega og ætlar að ná markmiðinu einum Ég fór bara eitthvað að hugsa við törgum sem lífmótaröðun eftir hvort þú ekkert að fara til Sáti eða eitthvað sóti ykkur að seðla Já hún er alltaf hún er að hætta núna Já, þeir eru að missa á hann Já, hún ég held að Föndi kipti í spottan og ætlar ekki að henda þessum pening frá sér eitthvað mikið lengur en nei, það var aldrei eitthvað alveg umræða það var hlerað með einu sinni hvað mér fyndist mótaröðina Já það þýðir ekki að þeir voru neitt að leitast eftir einhverju en Og hvað sagði þú? Ég sagði hvað sagði ég? Draumurinn minn að vera á Pigja en þetta ég ekki minna alvarlega skoðun þetta þarna og þetta risa vettvangur fyrir ákveðin ala en ég var einhvern veginn aldrei að horfa á þetta sem svona option Nei. en já, eins og ég segi bara svo það sé skýrt að mér har aldrei boðist neitt og aldrei neitt svoleiðis en það var spurt mig hvað mér fyndist það og svo mánuðið seinna þá var komið frétt að þetta var að stoppa það var ekki mikið úr því já, nákvæmlega Já. Svo það Mango Man Mango Man á sama tíma við kveðjum Kapal og treystum því að því sé velkomið til skila til okkar hlustenda að það séu frábær karlaföt í Kapal þökkum Kapal fyrir fallegt og gott samstarf Ég einmitt í Kapal Já, einmitt, sé það, glæsilegur þá ætlum við að skipta gír og segja ykkur frá nýopnaðri Mango Man í Kringlunni hrikalega flott búð sem passar vel við okkar hlustendahóp Kæru kallmenn sem að hlusta á þetta, drífið ykkur í Mango Man. Við Leifs erum á leiðinni að kíkja ánga og hitta stílista hjá þeim og hún ætlar að dressa okkur upp. Já, mér voðalega erfitt að vera að kveðja Kapal. Já. Ég var í Svíþjóð núna yfir verslunum helgina. Það var allt múarandi í Kapal verslunum, auðvitað sænst merki uppalega.
það var svona kannski ef eitthvað geti replaceað þá væri það Mango Man. Mango Man, já, og það bara, ég á eftir að koma heimsækja og sjá hvað þetta er flott. Þú veist það, núna er ég bara kappalögn og það þarf eitthvað til að koma mér að honum. Sjáum hvað stílistinn að gera. Herru, svo er það glænýjir vinnir. Það er Kringlu Kráin. Kringlu Kráin er lifandi veitingahús sem leggur áherslu á góða mat og faglega þjónustu. Staðurinn opnaði 1. mars 1989 og hefur aukið vinsældir sínar jafnt og þétt. Pældi í. 1. mars 1989, takk. Já. Þar fer saman klassískt yfirbragð og notalegt andrúmsloft, hvort sem er í hádeginu eða á kvöldin. Á svölunum með Kringlu Kráin er eftir að njóta þess að sitja út í góða veðrinu með mat og drykk. Svo er það Svefn og heilsa. Já, Svefn og heilsa, auðvitað. Núna er maður að standa í flutningum og þá eru Svefn og heilsa einhvern veginn alveg með allt upp á 11 þar. Frí heimkeisla á Suðvesturhorninu og þar er sko Þorlákshöfn og Akranes innifalið sem er svo galið og svo sjáður að farga núna gamla rúminu. Að því að hvernig er að leigja kerru, fara með hana, borga á sorpu fyrir að henda. Nei, þeir bara sjáum það. Að frí heimkeisla og svo sjáður að farga á 14.9. Já, fyrir heimkeyrslu og förgun er þetta borga 14.9 en það sem að ég kann samt best að meta við Svefn og heilsu og hef alltaf gert er sko þjónustustigið, af því að þú mætir þetta og oft en ekki er ég svona eins og svolítið hauslaus hæna veit ekkert almennilega hvað mér vantar en þú kemur í hlýjan starffólksins og það segir bara einhvern veginn leiðbeinið er í gegnum það heldur í höndina þér þannig að Svefn og heilsa er auðvitað staðurinn fyrir allt í innbúið og sérstaklega þá svefnherbergið. Já, heldur betur. En einhvað síður aftur Birkir, ert að koma inn á skemmtilegan punkt af því að sko, ég fekk nú aðeins að styðja mig við Hatta fyrirnefndan og Jóhannes Guðmundsson sem er óskum velfarnaðar á Íslandsmótinu núna vonum bara pakkið í saman held. Jóhannes Guðmundsson? Já, riddarinn? Já, kóngurinn hann er meiri riddari þessum þetta, hann á fullt af spurningum í þettum líka en Hatti að þessa, sko, af því að háskólagólfið hefur breyst auðvitað enni allir sem við töluðum en líka sko, það er einhvern veginn farið að tengjast PGA-túrnum hægt að vinna sig inn á túrana í gegnum háskólagólfið, PGA-túr, Korn Ferry og er það Amerikastúr sem er þriði, og Ludvig Åberg, var hann ekki fyrst til að fara þessa leið? Hvernig, að þú getur, sko, að því að Hatti var ekki einu svona klára á þessu nýja kerfi, hvernig virkar þetta nýja fyrirkomulag? Ég skal útskýra það eins og er núna og reyna að gera það simpul. Þið stoppum bara af ef þetta er oflókið en í rauninni er þetta bara vegferð fyrir háskólakylfinga að komast beint inn á mótaröðina og það er svolítið galið að þetta var ekki til staðar út að leikmenn voru að klára háskóla eða hætti í háskóla fyrr og taka 1-2 ár að vinna sig upp og svo erum við mættir. Galið. Það sýndi sig að þeir voru nóg góðir að vantaði bara eitthvað system eins og í NBA þar sem þú fer bara í draftið og annarkvort kemst inn eða ekki. Þannig að systemið þannig að þú ert í 4 ár í skóla, núna er þetta breytist reglunar og getur í 5 en það breytir engu að seinustu 2 árin telja og þá er þetta í rauninni tengt þessum heimslista að ég spil í mótum og ég safna bara stigum og svo á seinasta árinu mínu þá birtist listi í byrjun árs bara hvar ég er á listanum og þá er þetta bara stigasöfnun þetta ár sem að var að líða og næsta ár mun telja líka og þetta er bara háskólamótin og svo farið bónusstig líka ef þú spilar í PGA móti og þú getur fengið invite í genum umboðsskrifstofuna þína og þú getur fengið að spila bara með því að vera uppalinn úr þessum golfklúbi sem er að halda mótið eða alls konar en þannig að þú safnar þessum stigum og fyrirkomulega þannig að fyrsta sætið kemst beint inn á PGA Tour og það er saman og Ludvig Åberg gerði og ég veit ekki hvort þið þekkja hann en þetta er Jackson Koivan og var að vinna núna senustu viku á PGA og ég spilaði með honum bara núna í vorskilju þannig að þessir hafa unnið og fara þá beint inn á PGA Tour svo annað sætið til 10. sæti fá Korn Ferry Tour sem er annað þrepið og það er bara býsna sterkir leikmenn þar og rosalega hátt level og svo 11 til 25 þá er ég að tala sætin á listanum fara á Amerikastúrin þannig að þetta er rauninni bara skiptingin á túrnum á statusnum sem þú færð og
já, bara hefur náttúrulega opnað nýjar vítir fyrir okkur sem háskólakylfinga en núna með tilkomið þess að leikmenn að mæta eins og Koivan beint úr háskólagólu og vinna í 3. startinu sínu sem atvinnumaður það sýnir bara hvað orðið sterkt og hvað við erum orðin góð sem háskólakylfingar að ég á von og hef heyrt það að þetta bara eftir að stækka og gefa fleirum séns á að fá píkja eða svo náttúrulega alltaf verið að breyta þessum túr eitthvað aðeins en þetta svona grunnurinn að þetta leið fyrir okkur að komast beint inn. Skildu þetta? Já, algjörlega. Bara mjög vel. Já. Og svo til þess að svona útskýra að mínu viti hvernig túrarnir eru svona hlið við hlið þá náttúrulega ertu með PGA-túr og ameríska systemið og svo evrópska og ég myndi segja að PGA-túr væri svona aðeins hærra en Evróputúrin og svo svona koll á kolli þannig að þú ert með PGA og svo ertu með Evróputúrin og svo er Korn Ferry er sama og Challenge Tour nema alltaf bara á mismundi stað einn í Ameríku og hinn í Evrópu og og Ameríka er bara þeir eru aðeins sterkari og það er bara stærri fjöldi þannig að komast inn í kerfið inn í Bandaríkjunum er rosalega stórt og ég held að Haraldur á þessa frábæru spurningu þá hefði hann örugglega óskað að hann hefði verið í háskóla á þessum tímum þetta er að gefa mönnum rosalega góðan séns á að komast á hæsta levelið. Já, ekki spurning. Sko, að þið varst að tala með það, þið fóru þarna nokkrir saman og færðu ykkur yfir til LSU, við erum aðeins að flakka fram og tilbaka hérna. En sko, af því að þið eru ekki 5 sem spilið í hverju móti í háskólagólunu, en síðan eru kannski 8 til 10 liði. Hvernig er það að búa með liðsfélöginum sem eru stundum liðsfélaginir en samt líka einhvern veginn mótherjar og svo ætla ég að bæta ofan á þessa spurningu sko, þegar þú mætir þá ertu í einhverjum skilningi bara nobody, óþvætt stærð og labbaður bara inn í liði eða varst að taka þátt í undanrásum og keppnum, hvernig virka þetta þegar þú mættir? Já, þetta er mjög góð spurning, þú ert kannski að minna mig á seinni hlutan og þetta er góð saga í rauninni hvernig þetta ferli átt sér stað en jú, dýnamíkin er alveg áhugaverð þú ert náttúrulega með liðsfélaga 10 liði og ég bjó á fyrsta ári með 2 sem að komast eiginlega ekkert í liðið og ég spilaði í öllum mótunum þannig að það er alveg smá skrítið að vera að vakna og fara út skilur og einhvern veginn þeir eru bara ennþá að fara að mæta í skólan daginn eftir en einhverju leiti er þetta ekkert ósvipað því að vera bara að búa með einhverjum í sama fótboltalið og þú einn að spila og hinn er í kælingu á bekknum þótt að það sé örugglega skemmtilega að vera á bekknum heldur en bara að fá ekki að vera með í rútunni sko en jú, það er mjög mikið samkeppni bara dagstæðilega en það sem skiptir þjálfaranum mjög miklu máli að vera með góðan kjarna og góð dýnamík og En verður þetta, sko, að því að þetta eru allir vinir en samt, eins og Leifur segir, kannski smá óvinir á sama tíma, er þetta heilbrigðissamkeppni? Já, ég myndi segja það. Þetta getur alveg verið orðið smá hostile, skilur við að bara eins og við erum allir keppnismenn og allir horfa á stóran draum og það er það sem er svo gott í þessu umhverfi að ég veist með 10 stráka sem eru allir að fara í sínum eigin huga að fara á PGA-túr og trúa því allir jafn mikið, eða svipað að þá eru við að fara að íta okkur öðrum og þetta er bara myndi ég segja frekar holl stemming að vera í og það í lok dags eru við vinir skilur og ef einhver er að fara að vera með eitthvað bölva vesen fyrir að skilur komast ekki í liðið og reyna að toga eitthvað með sér niður þá er það náttúrulega bara eitthvað sem að coachin mun að dressa og passa upp á þannig að ég myndi segja að það verður miklu meiri svona holl samkeppni og eitthvað sem að við erum að halda okkur með accountable rosalega mikið passa að við erum að íta okkur öðrum áfram á heilbrigðan hátt þótt að það er bara maður er alveg brjálaður út í liðsfélagana sína oft og svo á móti líka en í lok dags tökumst við alltaf í hendur og erum bara feskir. Sko ef ég fæði að spyrja og aftur afsækja fáfræði mína sko eins og til dæmis í fótbolta þá er þetta bara huglægt mat hver á að starta á æri kanti og hver í liðinu og hver á bekknum og hver er fyrir utan hóp það sem ég fallegast fyrir skákina mínum að það er það ertu bara með þessi elosti það er bara sá sem er herra og elasti og færar
hærri og fær að vera í liðinu og þar fram til göttunum. Hvernig velur golfþjálfari í liðið? Þetta nær skákinni og þetta eiginlega aftur að spurninginni þinni áðan að það rauninni valið lið út frá gögnum oftast. Já. Þannig að Það engar tilfinningar. ekki eins mikið. Kerfið á okkur þjálfarinn vill hafa hann að þú getur spilað inn í liðið og þú getur unnið sætið en hann vill líka hafa smá val. Ok. Þannig að hvernig þetta virkar við keppum í mótum en svo erum við með svona qualifying kallast þetta. Þannig að innbyrðis mót og það rauninni bara að qualifya sig inn í liðið. Og það getur verið í byrjun árs oft 8 hringir og það eru 8 hringir á kannski 10-12 dögum sem alveg mjög mikið golf. Stundum 2-3 hringir en þá þetta rauninni bara við spilum allir og og bara skráum skórið bara alveg eins og við erum móti og þá þjálfarinn með gögn. Þessi að spila vel, þessi ekki að spila eins og vel. Þannig að oftast gerum þetta þannig að við erum 10 og hann sem að vinnur kemst inn í lið. Þannig að þjálfarinn minn vill alltaf að við vinnum okkur inn þetta. Það ekki nóg að lenda í öðru sæti og verður að vinna. Þetta var lendur í öðru sæti og líklegur að vera valinn en hann gerur oftast þannig að kannski 2 sem áttu rosalega gott mót helgin áður þeir eru exempt, þeir bara fá að fara strax inn í næsta mót, allir spila, einn vinnur sér inn þáttökuna og svo velur hann rest. Þannig að þetta svona blanda af samkjörni, manni líður eins og að þetta sé fair, skilur þú þarft að vinna, getur ekki bara eitthvað labba og enda í 4. sæti og krúsaði í gegn alltaf. Út að hann líka að hugsa, hann vill búa til vinnera, hann vill ekki bara búa til fína spilara. Þannig getur ekki verið bara, eins og segir, eitthvað huglægt mat og þjálfarinn bara fíla þennan meir en hinn. Það er alltaf eitthvað. Ég held að það sé ekki hægt að segja að það sé aldrei til staðar bara í íþróttum og það þú ert með mismunandi persónuleika og leikmenn sem að díla betur við ákveðna hluti og svo er líka alltaf með mismunandi velli og aðstæður og sliðis og hann þarf líka að treysta leikmennum sem hann að tefla út sko. Ef hann að fara í lok dagsins ef við spilum ekki vel þá þjálfarinn í hættu að missa starfið sitt. Og það alveg brútal í háskóla íþróttum og íþróttum sem við þekkjum, fótbolta eða hins vegar. Mér langar að taka þetta, hvað skiptir dýnamík í þessum hópum miklu máli, við leifurhöfundum talaðum, til dæmis bara, ef við færum okkur í fótboltan að Thomas Tuchel ákvað að velja ekki, Phil Foden og Cole Palmer í enska landslið, af því að svo kannski heyrir maður að þeir hefði ekkert verið sérstaklega skemmtilegir á hóteli 3-4 vikur ekki að spila neitt. Skiptir máli á hann að velja 8 bestu göruna í golfi eða þá 8 sem hann ná best eða 10 sem ná best saman? Þetta bara ógeðslega fín lína að þú þarfst að blanda sig einhvern veginn saman. Þetta skiptir máli? Skiptir rosalega miklu máli. Eins og við áttum bara moment núna í ára sem að fínt að þetta séu íslensku, þannig að þetta sé ekki að fara út fyrir stegi landsteinina. En við áttum moment þar sem að við vorum að velja 7. mann sem var í varamaður í loka mótunum árinu, sem skipti mesta málinu. Þannig að við vorum 5 að spila og við ferðumst með 6, þannig að það er svona skiptimaður og við vorum með 2 gæjar sem voru alveg nógu góðir til þess að spila í liðinu en voru ekki búin að vera góði karakterar og voru fúlir þegar þeir voru ekki að spila og voru svolítið að draga leikmenn niður með því. Þannig að þjálfarinn minn valdi strák sem var kannski ekki alveg eins feskur þá dagana að spila og var kannski ekki að spila þessi besta golf en lifði og bara brann fyrir LSU og elskaði bara skólan með öllu sínu hjarta og var geggjaður liðsmaður og peppandi og svona sem að gaf okkur úrslega miklu orku. Þannig að þetta er alveg flókið. En þetta meiri liðsíþrótt þá heldur en ég held golfið? Já, mikið meira og aftur að því sem að þú nefndir þessu þegar ég mætti hvernig dýnamíkin þá, ég meina eins og segir, ég er bara einhver dúddi frá Íslandi, skilur og ekki gerir mér neitt respekt fyrir manni eða maður þarf alltaf að vinna sér allt það inn og ég kemst inn í lið sem ég held að vorum 11 eða 12 og það er alveg frekar stórt lið venjulega og við eigum fyrsti fundurinn okkar og þjálfarinn kemur svolítið svona brútal og direkt að segir við þurfum að kötta 2 leikmenn eða 3 í lokárs sem að þýðir að við þurfum að reka 2 leikmenn heim út af reglum sem að
bara yfirvöldin yfir íþróttunum í hérna háskóla íþróttum voru að setja og hann hugsaði bara hann mjög hreinskilinn og hann sagði bara ég ætla frekar að segja ykkur þetta núna heldur en að vera komið með vonbrigðisfréttir í loka árs eða í miðju ári eða því fréttið þetta annars staðar. Þannig að ég þarna nýkominn inn allt í einu miklu stærri skóla og umhverfi heldur en ég var að búast við og fyrir mér lúkka allir fyrir að vera miklu betri en ég í golfi og þroskaðri og með betra CV og allt þetta. Þannig að ég detta þarna í smá svona lítinn Íslending og ég bara hvað í gangi þarna? Ég er að fara að vera köttaður, skilur bara eftir ár, ég er bara að vera heim. Þannig að ég dætti í svona smá panik og bara hvað að gerast og svo í kjölfarið þessa funds þá var nei, ég man ekki hvort það var í kjölfarið fundin, ég held við spilum bara og svo spila ég mig inn í liðið og ég fór á fund þá einstaklingsfund þar sem að coachinu var að tala svona væntingarnar hans til mín og hvað planið væri fyrir vikuna og ég spurði hann bara hreint út bara ertu að fara að kötta mig eftir árið og það ég var bara ógeðslega stressaður og hann bara hlóði að mér og sagði bara ertu eitthvað bilaður þegar ég tók þig með mér úr öðrum skóla til þess að kötta þig eftir ár þannig að það gaf mér alveg mikið svona sjálfstraust að hugsa ok, hann er að trista á mig og hann fílar eitthvað í mér sem að ég kannski sé ekki sjálfur og sem að gaf mér mikið sjálfstraust og svo náttúrulega bara byrjaði ég að spila vel og vann mér svolítið inn trausti frá honum á því tímabili þannig að þetta var svona, áhugaður einhvern veginn áhugaður fyrstu vikur og það svo líka maður mætir inn og nýr þjálfari hann þarf að kynnast 11-12 nýjum leikmönnum þannig að ég upplifði mig ekkert fá mikinn tíma frá þjálfarinn svona á fyrstu vikunum þannig að maður svona datt ég bara honum er bara drullu saman mig skilur ég er bara að kötta þér skilur ég bara hann er ekkert að fara að hjálpa mér neitt ef að hann er með 3-4 sem hann veit að eru bestu leikmennir Nei. Þannig að þarna er þetta bara svo þegar þú ert komin í nýtt lið og ert að vinna þér inn bara virðinguna og með því að spila vel. Mér finnst það samt áhugavert sko þegar við höfum fengið marga fótboltamenn í þáttinn og tala við hvernig var til dæmis að byrja að fara frá því að spila á Íslandi og spila í atvinnumennsku í betri og betri deild og margir finnst mér hafa kunnulegt stef og kunnulegan þangagang sem er þannig að bara þetta er bara alveg eins og spila á Íslandi, ég er miklu betur en þessi gaurar, þið get ekki neitt, ég er langt bestur. Þess vegna finnst mér áhugavert að heyra það sem þú ert að segja. Þú hugsaði bara, þú varst einhvern veginn smá lítill liðið þegar þú komst þarna út. Smá svoleiðis. Og þetta var svona, smá svona, kallast imposter syndrome. Og maður einhvern veginn var ekki viss hvort maður átti heima að það. En svo er það líka bara eitthvað sem maður skilur lærir og fer í gegnum og ég veit ekki, það gæti verið eitthvað svona karakterdæmi, gæti verið eitthvað meira með að munurinn á fótbolta á Íslandi og svo fótbolta erlendis þetta er mjög svipað skilur við einhverju leiti þetta er bara, vallaraðstæður breyta svo miklu máli í golfi þannig að það er svo mikið lærdómsferli sem ég þurfti að fara í genum en þetta var fyrsta vikan og svo einhvern veginn leðumar, þetta var bara svo mikið breytingum í einu að hausinn einhvern veginn fór bara í eitthvað smá kleinu sko en það sé alveg holdt fyrir alla íþróttamenn að hugsa þannig að þeir eru bestir og þegar þú hefur ekki trú á sjálfu þér þá er engin annar sem engin önnur trú sem að skipta máli. Þú spilar auðvitað mjög vel á þínu fyrsta tímabili en þú varst líka að tala að menn þyrfti að vinna sig inn í liðið þó þú hafi verið að skora bara mjög vel 70,25 að meðaltali á fyrsta sísoni þá varstu aldrei öruggur í liðinu eða fannstu bara, ok, hann treysti mig fullkomlega? Mér leið aldrei eins og ég verið örugum út af að á fyrsta ári þá vissi aldrei hvað ég þekki ekki þjálfara nóg mikið, ég er ekki búin að fara í gennum heilt ár að vita, þetta var hver einasta vika, hver einasta dag var ný upplifun þannig að ég vissi aldrei, maður spilaði vel og maður beið bara eftir að fá skilaboðin í grúpchatið, ferða liðið en svo, svo er maður alltaf eitthvað bara, þetta er alveg góð karakter til að vera með sem þjálfari, hann er góður að blanda því að vera vinur okkar og þjálfari, þannig að hann djókar alveg í okkur og maður fekk alveg svona að finna fyrir smá trausti þegar leið á árið en svo skilum maður núna eftir 2 ár
að þjálfarinn finnur hverjum hann treystir þegar líður á árið og þú kannski hefur leikmenn hafa meiri séns á að spila sinni liðið í byrjun árs en svo ef þú sýnir traustið og svo ertu líka bara að skipta máli ef þú ert að gera réttu hlutina dagstæðarlega þá þjálfarinn að fara að bakka upp en svo í lók dagsins ef þú ert ekki að spila vel skilur það, þú ert ekki í liðinu en jú, maður lærði mikið á bara kerfið og fann svona aðeins taktinn kannski hvernig hann horfði á hlutina Sko endar tímabilið freshman áður en ég ætla ekki að byrja á endanum ég ætla bara, ef þú getur sagt okkur aðeins frá þínu fyrsta tímabili Sko, fyrsta tímabilið var í rauninni bara svona drauma scenario í alla staði ég líka svona til þess að útskýra kannski tilfinningarnar annað þegar ég held að ég sé köttaður ég er í 900. sæti í heiminum þegar ég kem inn í skólan þannig að ég með 800 og okkar gauðra sem eru betri en ég bara eftir gögnum þannig að ég veit alveg að ég er ekkert bestur í heimi skilur þó það skiptir ekki máli hversu mikið ég trúi boltinn fer ekki ofan í hóluna bara þú trúir þannig að já, maður var með plan og eins og við höfum farið yfir fyrir þættinu þá vinnum við mjög skipulagt eftir plani og vegferð en þetta fyrsta ár í rauninni skipaði að við fórum svolítið hratt yfir kafla sem við kannski vorum ekkert að búast við náðum rosalega mikið markmiðum sem voru kannski til 3 ára á þessu fyrsta ári þannig að það var svolítið svona maður þurfti smá líka bara að fatta hvað er í gangi og mentali einhvern veginn að bregðast við út að aðlagast markmiðin og út að horfa áfram ennþá en jú, ég átti ógeðslega gott tímabil spilaði bara frábært golf leiði rosalega vel að núti liðið var gott ég var heppinn að Svíi sem var liðsfélagi minn algjört clean og komst þarna beint inn á konferitor í gennum kerfið hann svolítið tók mig undir vænginn sinn og kenndi mér rosalega mikið og bara já, hann hjálpaði mér rosalega mikið bara að hafa svona mentor hann var á seinasta ári, ég var á fyrsta báðir Norðurlanda búar tengjumst vel þannig að það var svona mikið sem að einhvern veginn spall saman og ég vinn hann að fyrsta mótið mitt bara það var 3. mótið mitt í háskólagólfi og ég vinn það náttúrulega setti mér svolítið á mappið allt í einu var ég búinn að vinna mót sem var ekkert sjálfgefið og svo bara held ég áfram að spila vel og var að njóta þess og allt í einu var ég byrjaður að fá viðurkenningar og eitthvað svona sem var ekkert endilega í plönunum á því ári þannig að bara mikill lærdómur líka sem fylgdi því svona jákvæður lærdómur að upplifa eitthvað geggjað og svo bara kom maður heim og þurfti að fara aftur á töfluna og plana upp á nýtt hvernig horfum við áfram og förum við eftir þessu Var þetta gott svar á recapinu árinu? Mæta gott, mjög gott vinnur hann að Blessings Collegiate Invitational 7 undir ríkjandi meistari Dagi John Daly Jr. Og ert einnig annar á Fallen Oak á 6 undir og átt bara í raun og veru ótrúlegt tímabil endar 22 á töflunni Svo ein spurning, eitt tímabil hvað er þetta margir mánuður og hvað er þetta mörg mót? Háskóla tímabilið er frá segjum bara september til lok október, þannig að þetta eru 2 mánuðir í haust á haustin svo er þetta frá febrúar til byrjun júní á sumrin, eða semst, mánaðamóti mæ-júní þannig að þetta er fá manna 2 mánuði, 3 mánuði í frí á milli en við erum eiginlega eina íþrótt sem ég veit af mjög fáar íþróttir í háskóla íþróttum sem að spila bæði á haust og vorin venjulega er þetta spila bara á annarri hvorri önninni og ert svo bara eitthvað að fókusa á skólan og undirbúningstímabili En er þetta ekki alveg brútal æfingasessjón á milli? Jú, það er svona einhvern veginn þegar maður er í góðu veðri þá er maður bara grænda einhvern veginn en maður þarf alveg að setja bækurnar upp á borð og vinna þessu upp og þetta byrjar svo strax einhvern veginn keyrslan í gólfinu að maður einhvern veginn dettur smá aftur úr í náminu
þegar maður býr við svona bestu aðstæða þá er maður ekkert mikið að fara í herma eða eitthvað. Nei, maður fer bara út á öll. Það er bara Íslendingar sem fara í herma. Já, það er gaman í hermum, skilur. Ég skil alveg okkur allir eru ofpeppast yfir þessu. Þetta er geggjað að fara til þess að fara í keilu, skilur, og getur farið í golfhermi og fengið að borða og verið bara með vinniðinum. Þannig að ég skil það alveg og þegar... En þetta er ekki jafngóð æfing, eða bara svona alltaf synd að þú ert með? Já, þetta er ekki golf, þetta er golfhermir, skilur, út á mottu og eitthvað svoleiðis, en jú, maður lærir helling. Þetta er frábær stað alltaf að byrja í, lærir að slá á mottu og þá ertu búin að taka ákveðna svona variables út úr golfi, svo allt í einu mætir á grasið og þá þarftu að hitta hann betur, annars slæru bara í grasið. Og við svona, nei, við höldum okkur inni bara út á velli og það er líka svo gott viður, en að nóvember inn í byrjun desember er bara ennþá 25-30 gráður. Og þú lendir ekkert í vesinni með að bóka rástíma eða eitthvað, eins og Íslandi? Nei, það er þetta glata þegar maður mætir heim og það er bara... Þú ert ekkert með eitthvað VIP-pass eða? Nei, því miður. Þú ert bara eins og Jón, út í bæ? Ég er bara, bara eins og þið, ef þið var að bóka rástíma. Sem er í rauninu bara eins og þetta á að vera, ég veit ekki. En svo maður bara reynir að fara eldsnum á mótni eða sent á kvöldi til þess að komast út. Er það eitthvað skánaleifur eða? Er hægt að fá rástíma þetta? Bara að vera síður fyrirvara. Já, þú ert svolítið að plana. Þetta er ekki, til að svara spurningum, þetta er ekki að skána, sko. Ekki? Golf áhugið bara aukast, sem er Það frábært. er fínt ef við náum að koma nokkrum auka golfvöllum. Já, Kópavogur þarf að rífa sig. Er ekki Kópavogur að hlusta eða eitthvað? Ekki bara 9 holur í Kópavogi, Já, það eru alls konar tækifæri í þessu, alveg klart bara. En jú, það er tölvöld lettar að fá rástíma. Við erum með okkar eitthvað liti eigin golfvöll sem að við erum með æfingaraðstöðun okkar á. Já, þú ert ekki að stilla vekjaraklukkuna og... Nei, ekki beint. Við erum með æfingarsvæðir, svona 2 endar og við erum með byggingun okkar og æfingaraðstöðuna einu megin og svo eru memberarnir hinu megin og við fáum rástíma bara svona þanniglega þegar við viljum. Þá var ég að spyrja, hvað æfir golfmarga klukktíma á dag? Sko, úti og ég taka það bara svona í gegnum daginn. Já, þetta er bara average day. Bara svona venjulegu dagur í viku, þá 3 í viku erum við að lifta, þannig að það voru að 5:30 alarm, 5:30. Sælar, taka fer í ræktina og ég fór bara strax einhvern veginn svona aftur í það sem ég talaði áðan þegar ég heyrði að vera að fara að kötta 2 leikmenn og fór maður að hvað get ég gert til þess að vera betur en allir aðrir og þá hugsaði ég, ef ég er mættur fyrstur að gera meira en allir aðrir Sigur. Og er lengst af öllum skilur að æfa, þá er ég að fara að gaina edge. Þannig að ég fór strax og bætti því bara inn í rútínum en að ég var bara mættur hálftíma 40 mínútur fyrir liftingar sem voru þá klukkan 6:30. Þannig að þá var ég mættur og gerði mitt eigið stöff á undan, bara eitthvað sem ég gerir með Gauta eða eitthvað heima. Og þá var ég vel upphitaður og á saman tíma þá var ég bara mjög reddi í æfinguna. Það var æfing og svo er bara beint í morgumat. Skólinn er oftast frá svona 8 til 12 og oftast er ég bara í mestalagi 2 tímum á dag. Getur verið 1,5, þannig að það voru 3 tímar samfleytt en við smyndum bara eftir dögunum. Þannig að skólaði morgunin, fyrir mann í hádegismat kl. 12, komin út á völl, rétt fyrir 1 og ert bara að æfa til 5-6 fyrir eftir hvenær verður dimmt og það er bjart mjög lengi þarna þangað til seint í árunni. Þannig að það erst með, frá 1 til 5-6. Og hvað ertu að gera? Spila 18, spila 36, hvað ertu að gera? Þá erum við, ef ég fæ að velja, þá er ég að byrja að æfa, svona ideal væri að æfa alla parta leiksins og vera með eitthvað markmið, það er annarkvort fókusin á að slá eða fókusin á stuttaspilið og svo er fínt að enda á 9 hólum, þannig að kannski með 1,5-2 tíma sem er fyrir það og 3 tíma æfing, það er svona frekar góður dagur og og svo heim, kvöldmatur klukkan svona á milli 6 og 7 og svo smá heimavinna og fara svo, þannig að þetta er rosalega fullur dagur á dagskrá. Þetta er svona eins og að vera bara í
já, námi og fullu starfi, skilur að hversu mikið tíma þetta tekur að golfið og skólinn. Sko, ein kannski ósækjað spurning hjá mér, en sko, við erum að horfa hérna á vonandi bara besta golfara í heimi bráðum. Námið ekki bara eitthvað smá leikþáttur hann eða? Við veitum ekki allir hvert þú ert að fara eða? Vonandi, ég meina ég... Ertu ekki bara í einhverjum viðskiptafræði tímum að bíða eftir að þú byrjar að golfa eða? Jú, liggur við. Ég reyni, mér finnst mjög gaman, ég þóla eiginlega ekki að vera lélugur í ykkur svona, bara, og venjulega ef ég eitthvað vel lélugur í ykkur, þá reyni ég allan á mig. Já. Þannig að ég ætla ekki að fara að vera með yfirlýsingar um að ég sé góður í skóla, en ég hef allan lagt á mig þegar þess þarf, og ég passa alveg að vera með á nótunum þar. Og það líka bara mikilvægt, ég meina, þetta skóli, skilur út í skóla að spila íþróttir, og það allt þessi lína student athlete, student comes first, þannig að ef þú ert að drullu upp á baki í skólanum þá fari ekki að spila. Það er svoleiðis? Já, en þú þarft að vera verulega niður, skilur Já, þannig að Þú ferði í lokapróf og svona? Já, sorry, við erum Nei, alls ekki, þetta er allt mjög valið spurningar og ég held að mjög fáir vita þessi svör. Þetta já, þú ert bara venjulegur nemandi, skilju, og þú værir í skólanum og væri bara frá Louisiana, þá væri við vorum saman í tíma og mæti í tíma með einhverjum 400 öðrum í svona stóru sali og hlusta okkur einhvern góða kennara og ég hef verið með Indveri að kenna mér hagfræði, það er ekki auðvelt að skilja það. En færðu ekki alveg þú fær skilning frá skólanum ef það er eitthvað mót í gangi og svona, eða ekki, eða hvað? Jú, það er mjög mikið skilningur og bara ótrúlega mikið skilningur og það er unnið það sem að við njóndum góðs að því að vera í íþróttaliðinu, það er mjög mikil virðing sem að fylgi því að vera í liðinu í hvaða liði sem er innan skólans og hann að við fáum smá skilafresti og svona smá limbo með okkur. Ég veit ekki hvernig það myndi ganga að labba í HÍ eða HR og fara ég er golfari sko. Já, ég er að æfa á morgun og maður skila veikirinn eftir viku. En maður sleppa þessu prófi? Já, nákvæmlega. En við þurfum oftast að vinna þetta upp, skilur, og það er alveg og lærir rosalega mikið að skedjúla tímaðinn vel út af því að það er bara 24 klukkstundum í deginum og þú ert að sofa vel til þess að geta gert eitthvað að viti og mikið sem þú ert að plana og breyta prófi og þú ert að vinna það upp. En skólinn er alveg mikilvægur og ég hef alltaf hugsað það að gera allan að mömmu og pabba sátt með það að fá gráðu, sko, það var alveg töff. Ekki. Líka ef þú myndir missa hendina eða eitthvað. Nákvæmlega. Það var gott að vera með gráðu allavega. Sko. Maður veit aldrei hvað gerist. Króna. Hvergi er betra að skipuleggja innkaupin sína en í Krónu appinu? Ertu í leta góðum uppskriftum? Þá mæluðu með uppskriftu Krónunar. Ég fór nú á Krónu Akrabrauti í dag og ég fór í skanna á skunda og við tölum einhvern tímann umðanlegur að það er svona eins og að maður líður sem að sé að stela. En maður er ekki að gera. Nei, ég er í alvörinu byrjað að taka þetta, sko. Ég raði í körfuna og svo fer ég á sjálfsvækarslu-kassan eins og hitt fólki, venjulega fólki. Já. Ég er betur en það samt. Ég veit það, þú skannar. En til þess að afgjörslumenn sjá ég sig ekki að stela, að fer ég þangað og skanna með símanum, eins og í stæðan fyrir að skanna á sjálfsvækarslu og set þaðan í pókan, sko. Já, klókur. Já. Íslandsögs. Nei, ég var ekki alveg búið með krónuna því að sérvaran hana er svo góð. Mikið af krónumertum vörum sem eru agalega fínar. Já, líka bara, sko, málið er að ef að fólk er á sem síðustu vestu með þessa vexti í himinháum hæðum og verðbólgu og hvaðan að fylgjast með ódýrtmerkinu á krónunni því að það er að gera kjara kaup þar, sko. Já, klárt mál. Íslandssjóður, þeir láta peningana vinna fyrir þig. Kynntu þér yfirleitt sjóða á islandssjóður.is. Sko, það er svo auðvelt að byrja og ég vil bara hvetja ykkur hlustundur til að byrja. Erfitt að hætta. Það er erfitt að hætta þegar maður byrja, en þið verður að byrja, kæru hlustundur. Þegar maður átt að segja á snildinni sem það er að geta bara verið með í stýringu, reglulegur sparnaður, einhver uppæð sem maður bara má sjá af. Nokkrir þúsund kallar. Já, og þetta er auðvitað gjaldlaust, eða svo gott sem það er ekki tjónum sem gjald. Nei, það er nada.
Orka náttúrunnar, ef þú ert að fara Suðurland, þá úr fullt af stöðum að velja hjá Orku náttúrunnar yfir 10 tengi á Selfossi og svo veit ég að fólk hefur verið að sofa aðeins á tengjunum hjá Geysi, en það eru 3 tengi þar líka. Já, það eru 3 tengi þar. Þau gleymast oft. Já, við kynna það. Ég var ekki með þau á taktinu. Já. Já, þú ert náttúrulega þarna í skóla eins og þú segir og svo ertu með off-season, eitthvað stutt, kannski 1 til 2 mánuði, en háskólagólfi kannski ferðast í mótalögudegi, sunnudagur, æfingarhringur, mánudagur, 36 hólur, svo 18 og 3 degi og svo ertu þetta í skóla og svo ertu með æfingar. Sko, að því að golf nú öðruvísi en önnur sport, þú ert alltaf að þróa sveifluna, breyta og gera og græja. Hvernig gefst tíminn til þess að taka skref aftur þegar þú ert að vinna í tækni til þess að taka síðan 2 áfram? Það bara eitthvað sem ég er einhvern veginn ennþá að finna út úr. Þú væntanlega ekki þurft að breyta hennur, bara aðverðs að 70? Já, það aftur ég mitt bara góð grunnur, skilur, með mínu þjálfurum og teimi. Ég meina, ég með gott fólk að baki og Andris, þjálfurinn minn á Íslandi, golfþjálfurinn minn, búinn að vera það núna lengi og við höfum bara unnið hart í því að vera með góðan grunn og sáttir með tæknilegu hliðina. Þannig að oftast þetta, maður tekur FaceTime símtal með honum einu sinni í viku, 2 vikna fresti og hálftími og við erum bara að fara í gennum hlutina og það kannski sama drillan aftur og aftur eða meira svona viðhald. En svo koma tímar, þú veist, ég meiddist í núna í vor og þá beitir kroppurinn sér öðruvísi, þannig að maður þarf stundum að aðlaga hluti og koma hlutir upp, þannig að það er mjög erfitt að bæta þinn í þetta svona, mikla tímabil. Getur ekki kúplað út í viku og sagt ég ætla að æfa út af þú ert bara að sinna þínu, þannig að þá er þetta bara svolítið að finna leið. Sem kemur kannski að næstu spurningu, sko, þú veist, fyrir þá sem að ekki þekka til, ég þar á meðal, sko, að því að ég horfa á einhvern sem er mjög góður í golfi og hugsa, já, hann er bara alltaf góður í golfi. En svo ertu bara að lendi því að mæti mót og finnur bara að þú ert off, eða þú finnur bara allt inni. Hvernig dílar þú við það þegar að það er bara, þú finnur að þú ert ekki 100%? Það er, já. Það er mikið, ég myndi segja að það er rosalega mikið bara andlegt. Ég meina, ef þú ert ekki 100%, það er lítið sem þú getur gert til þess að fara úr 80-100 bara á æfingasvæðinu. Og oftast er þetta eins og fyrir mig, þá er þetta líkamlegt. Ef maður er meiðsli eða ég er ennþá að díla við smá hluti þar og ég meina, ef það er eitthvað svoleið sem er að taka þessi prósentu frá þér, þá er þetta bara að reyna að maximisa þessi 80% sem þú ert með. Og það finnst mér mikilvægast af öllu, að 80% mín eru alveg nógu góð til þess að spila á ákveðnu leveli. En þá þarf ég að nota öll 80%, skilur. Þannig að þá þarf til að snúa þessu við og horfa hvernig get ég náð öllu út úr þessari frammistöðu. En hvað gerir maður þegar maður er afsakið fá það geðveikt svar. Já, mjög gott svar. En þá ætla ég að spyrja að því að segjum að Hringur sé 18 hólur, sem hann er það ekki? Bara fyrstu 3-4 höggin hólarnar eru þannig að þetta verður alltaf slæmur Hringur saman hvað. Er ekki erfitt þá að gera sig að klára Hring? Er það ekki erfitt? Þú byrja bara mjög illa. Já, og Hringurinn er bara tóltið búinn og allt eftir. Jú, það fyrir venjulega kylfingin sem er bara að spila upp á gaman og ekki upp á gaman lengur þegar þú byrjar svona, þá er það erfitt út af að fólk er kannski ekki búin að Hringurinn ónýtur. Já, þjálfa hausinn sinn og það er bara allt er búið og mann langar heim en þegar maður er í þessu svo mikið þá og þetta er svo einhvern veginn svo útpælt skilur að ég veit ekki hversu oft maður hefur spilað ógeðslega vel í byrjun verið kannski 600 eftir 9 og svo bara stólað alveg og endar kannski 300 eða öfugt, þú byrjar illa eins og nefnir og snýr þessu við. Þannig að fyrir mér þá er þetta þannig að þú þarft svolítið bara að mæta inn í hringinn og vera eiga mjög auðvelt með aðlagast. Þannig að kannski ertu bara að slá allt vinstri og þá þarftu einhvern veginn bara að fatta það og hugsa að ég er bara að slá hann vinstri í dag, ég miða bara meira hægri eða þú þekkir leikiði nógu vel og breytir eitthvað aðeins. Og svo er þetta líka bara hann, með 18 hólur skilur það
skiptir ekki máli hvað hólu þú byrjar á, þú ert bara ein hól í einu, eitt högg í einu, þetta svona sama gargið sem að ég og teimið mitt og þjálfarinn minn Andris talar endalaust það er bara eitt högg í einu, ein hól í einu og oftast ef þú ert að spila illa þá byrjar allan að koma þar á parið Já. ef þú fær 2 bóki í röð þá hugsa maður, heyrðu, fáum par þú ert búin að fá par, þá hugsa ok, ég ætla að fá annar par svo ok, heyrðu, ég ætla að koma mér á parið og þá þarftu 2 fugla til að ná þennir á parið þannig að þú bara þarfst að breyta markmiðinum og aðlagast í Litlu leikinir, býr til minni áfanga þú eru þarft að vera Ertu að telja? Þú veist alltaf á hverju það ég veit það bara út að maður einhvern veginn maður gerir þetta svo mikið en ég hef tekið það ákvörðun að vera aldrei meðvitaður eitthvað ok, ég er 1 undir núna, ég er 2 undir þetta er einhvern veginn bara, ég veit að ég fekk 2 fugla og ekkert bóki og þá er ég 2 undir ég man ekki svona hvað ég sagði, kannski taldi ég þetta en nei, ég tel ekki þannig út að ég hugsa bara, ég er að reyna mitt besta sama hvað, ég er að reyna að koma boltanum í hóluna fljótt, en jú, þetta snýst rosalega að búa til þess að minni markmið eða áskoranir og þetta er svolítið að bara trikka heilaðin í að mótivera hann upp á nýtt stundum ég meina, maður hefur alveg átt ömulega fyrsta hring í móti sem er meira svona ekstrím en þú veist að tala þá veist maður mótið er búið en þá þarf þetta að trikka hausinn og segja, heyrðu, ég er ekki neitt að tapa núna það er bara eitthvað sem ég get lært af þessu og þá getur þú hugsað hvað gerði ég til þess að spila illa og reynda að laga það og þá ertu líka, þú getur verið frýr næsta dag og prófa eitthvað nýtt þannig að þú getur alltaf gert hluti með saman hvernig það er að fara út að vekkferðin er miklu lengra en bara 1 mót og verðum ekki í þessu ef endin á ferlinum mínum væri bara eitthvað 1 mót þetta er, maður vill fara eitthvað ákveðið langt Já, ég hugsa sem mikið af kylfingum sem að hafi gott að því að hlusta á þetta og taka þetta til sín og ég hugsa að þegar nú erum við heldur bara komnir að stærstu stundinni þinni hinga til sem er US Open og það var svo gaman og maður var einhvern veginn að reyfna stolti að vera með Íslendingarna og eins og þú segir sko þegar það gengur ekki allt upp og kannski fyrsta hring en það var svo gaman að sitja heima og sjá þig sko undir lok hringsins það sem hún náður að spila hérna fyrsta daginn en þá að brosa, en þá bara í góðum gýr eins og talar að væri þetta einhvers merki jafnaði geð og maður segir bara yes, ok, hérna erum við komið með einhvern gaur sem að verður bara þvílíkt flottur kynntilberi íslenska golfsins á alþjóðavísu þannig að það var mjög gaman en áðurinn kom að móturinn sjálfu, það langar mig að spyrja þig út í undirbúningin og hérna hvernig þetta gerðist líka bara? Já, byrjum bara á hérna þetta er 8. júní, spilar á 68 höggum eftir að spila á 67 höggum daginn áður 9 undir samtals í undanrásum opna bandaríska meistaramótsins Þetta voru samtals, þetta voru 36 hólur á einum degi Já, þetta er einum degi, já En má ég spyrja, hvernig kemstu inn á þetta mót? Þess að úrtökumótin eru Haraldur komst inn að opna þannig að þeir eru núna konum með báða sem hafa spilað í risamóti Ég man ekki, talaði ekki hvernig hann komst inn Þeir eru svipa konsept út með 2 stig til þess að fara í gegnum og þú getur, ég var aftur sletta exempt í gegnum fyrsta út frá stöðum á heimsista þannig að Nú með hvað varstu þá? Ég er búinn að vera núna í kringum 10. til 20. núna rokkandi í senasta árið cirka og ég held að þessi top 50 kemst beint í loka úrtökumótið þannig að þá ertu bara 36 hólum frá risamótinu og það er þessi dagur 8. júní og kallaður longest day in golf og það er bara golf frá mótni til kvölds og ég flýg hérna til Ohio vel þann völl og hitti vinn minn Dagbjart sem var ríkjandi Íslandsmeistari og við spilum báðir þar hann komst inn í gegnum fyrsta úrtökumótið þannig að hann fór hina leiðina að þessu en þessi mót bæði opna breska og opna bandaríska eru bara opin risamót þannig að hver sem er með nógu góða forgjöf getur rauninni skráð sig og spila sig inn Og hvað það maður að vera nógu góður til að? Getur verið undir 4 eða undir 0 í forgjöf, eitthvað svoleiðis þetta eru venjulega eitthvað í kringum það þú er ekki að fara með það en þá er þetta bara
mót og þarna ertu með marga PGA Tour spilara í þessum mótum. Ég spilaði með einum sem var bara að spila á PGA Tour í dag í þessu úrtökumóti út af að bara top 50 bestu í heiminum atvinnumenn komast inn. Þannig að það eru fjöldi af stórum nöfnum sem að myndi ekki komast beint inn. Ég meina, ég hef verið í þessu móti í fyrra með Sergio Garcia, til dæmis, það er stórt nafn. Ricky Fowler. Þetta eru gaurar sem eru í þessu líka. Hvað eru, afsakið að ég sé að fara fram og tilbaka hérna, hvað eru margir atvinnumenn í golfi í heiminum í dag? Erfið spurninga? Þetta er spurning fyrir Hatta. Það eru 2 stórmeistari skák, veit ég, til dæmis. Já. Ég skal vera með þetta á hreinu þegar ég verða atvinnumaður, eða þegar ég gerist atvinnumaður. Já, ég get líka bara að googla þetta. En það eru, ég meina það eru hellingur, skilur. Það er örugglega nokkuð 1000. Og það er, já. Ok, já, sorry. En já, sem sagt, þá spilaði ég bara í þessu móti og var heppinn að pabbi var tilbúinn að koma út og kaddi ég fyrir mig. Við bara byrjuðum og spiluðum og það gekk bara vel og ég var að spila gott golf en frá reynslu minni í fyrra þá þarfti að spila 2 góða hringi. Það er ekki nóg að spila 1 og svo einhvern veginn fara að verja. Þannig að ég spilaði góðan hring, fór inn í hádegismat, sá á töfluna að ég var í kringum efstu sætin og þá setti ég markmið og þegar ég var held í 5 undir fyrsta hringinn og setti ég markmið, ok, ég ætla að ná í 10 undir. Þannig að ef ég fer aftur 5 undir, eða hvort ég var 4 þá ætla ég að ná í 6 undir. 10 undir var þetta svona golden number fyrir mig að ég vissi að ef ég myndi komast þangað þá var ég inni. Og ég fór þaurinu bara í að sækja fugla og ráðast á pinna. Já, ráðast á pinna og smá sóknargolf og gekk bara vel og fekk smá mótvind í miðju hringnum þar sem ég fekk 2 skolla og en það var eiginlega bara frábært fyrir mig og það hélt mér á bensíngjöfinni og það hugsaði, núna þarf ég 3 í viðbót. Það er engin tími til að fara eitthvað að róa mig niður og set þarna svona 1,5 metr á seinustu hólunni til þess að ég vissi þetta ekki fyrir hverju það var en með að við reikningi minn þá vissi ég að það var annarkvort til að komast í bráðabana eða inn í mótið. Og þetta var fyrir bráðabana, þannig að ég fór bara að púta og bíða eftir bráðabananum sem er náttúrulega mjög stressandi tilfinning og mikið fólki og ég þarna þurfti mitt aftur að fara að leita í svona sálfræði kunnáttu eða trikk sem maður hefur lært yfir tíðina og snúa mómentinu sér í hag og hugsa að ég hef engu að tapa. Ég meina Farðu mikinn tíma með hugsununum eða ertu að golfa stanslaust? Ertu mikið að pása og byrja aftur? Já, ég meina þú ert að labba í kannski 2-3 mínútur á milli högga og þú ert alltaf með tíma á milli högga, skilur. Þarna var ég kannski í kortið 20 mínútur. Þannig að maður er að spjalla við pappa bara ekki neitt og það maður er að dreifa huganum og einhvern veginn bara söngla eitthvað lag eða gera eitthvað. En já, hann þá hugsaði ég hef engu að tapa. Skilur, verstafalli fer ég bara heim og í geggjað mót sem ég var hvað sem er að plana að fara í. Og þetta voru 5 leikmenn fyrir 4 spotta. Þannig að ég bara náði að komast í mjög gott jafnvægi, hugsaði ég bara unnið þaðan frá. Og ég myndi taka þessu alltaf fyrir vikuna að vera í umspili með þetta. Og ég er hann að 4. að slá geggjað högg á miðjabraut og seinasti maðurinn af teig slær í vatnið. Og þá einhvern veginn var maður svona, ok, vildi ekki einhvern veginn leyfa haustum að fljúga mikið og hann tekur víti og slær eitthvað aftast á grínið og þá var mitt verkefni frekar augljóst. Bara kóta yfir á grín, reynda að fá par, þá er þetta góður. Svo endar hann með að fá 2-faldan, þannig að ég renni mínu meterspúti bara svona þægilega að og tappa því fyrir skolla og komast inn á risamót og það var bara ólýsanlega sæt tilfinning að eiga það augnablik með pappa á pókanum og einn besta vin minn skilur með mér í mótinu, hann Dabba. Hversu stressandi pút var þetta samt? Mjög stressandi, ég var alveg maður fann alla fyrir höndunum en þetta var svona surrealist að maður vissi maður
maður hefur sett þessi pút í milljón sinnum. Hvað varstu langt frá? 3 fet, þannig að við erum að tala um, já. Og ef þetta hefði Í ekki kringum dóttir, hefðu þeir þá verið úti? Nei, ég mátti 2 púta. Ok. Þannig að þess vegna læði ég hann bara þægilega upp og setti bara hérna nokkra sentimetra í. Já. Þannig að þetta var miklu auðveldra en þetta hefði getað verið. Það var ekkert þægilegt að setja þetta niður í móti og svona. Mhm. Þannig já, og þá fer bara allt í gang að hérna tilfinningasúpa hérna einhvern veginn að eiga sér stað og mikið hafði gengið á bara hana fyrir vorið einhvern veginn mikið nýtt sem átti sér stað og þetta var mjög sætt bara augnablik fyrir fjölskylduna hérna eiga þetta moment. Og þú vissir alveg hvað næsta verkefni væri? Já, ég vissi þetta ekki hvað var langt í mótið en hérna Og hvað var langt í móti? það var 1,5 vika cirka. Já. Þannig að Það eru verið til að vera meiri tími? nei, þetta var alveg passlegt. Já. Út af að einhvern veginn maður hafði tíma til þess að fara heim þá í skólan Já. aftur og bara svolítið svona já, bara setjast niður aðeins, passa allt sér í lagi og svo keyra af stað og undirbúa sig. Hvað gerir maður þessa 10 daga? Ég byrjaði bara á endalausum hausverk að plana. Pabbi þurfti að fara að cancela endalaust af flugum, bóka endalaust af nýjum flugum og gera og græja allt þetta. Hann var náttúrulega bara í fullu starfi að vera bara einhver hjálpakall, hann skilur í þessa viku 2-3 jafnvel. Og bara já, fá gistingu, finna út hvern ég þarf úti með mér og hver er katti og allt þetta. Það fór bara alltaf miljóna að gera og græja og hérna fór svo heim og fór í rauninni bara að undirbúa mig og það var líka bara mjög fínt að komast aftur inn í kósí umhverfið þar sem ég var bara með einhverjum 1-2 liðsölum mínum að æfa og þá var þetta bara allt eðlilegt aftur þá til ég fór á mótið. Mér langar að spyrja þig sko að þú talaður það að finna varla fyrir höndum hversu oft þú upplifir þessa tilfinningu sem sagt þetta stress og hvort að þú reiknir með nokkrum auka jördum þegar adrenalínið er í gangi eða hvort þú sért bara almennt í flow state líka þegar þú ert við það að vinna móti í háskólakólinu. Það er náttúrulega bókamála adrenalínið hefur góð áhrif á bara á sveifluna eða sem þú sveiflar hraðar, slær fastar í kúluna og oftast hugsa maður þetta þannig að ef maður er milli kilva þá tekur maður bara styttir í kilvuna og náttúrulega slær hann fastar en þetta er oftast fyrsta tegugið eða seinasta hólan þá var þetta svona, finnum maður mesta spenningin og þá getur það verið svona það byrjar hringinn og það er kannski komin á stað og svo leið komin á stað þá ertu komin í ákveðin svona rytma og flow state og svo í lokin þá veistu að það er allt undir og það var bara ég er að klára þetta mót og þá dettur spenningurinn aftur í gang en þetta er bara eitthvað sem maður lærir á sig sjálfan hvernig maður díla við þessa pressu eða hluti. En eins og fyrsta höggið á US Open með driverinn skjálfa hendunar þá eða? Já, alveg 100%. Það var örugglega mest stressaður eða semst ég hef aldrei verið jafn stressaður og þá var maður alveg bara að skjálfa og líka vindur og svona óþægileg vindátt. Það heilt höggur þetta var alveg frekar stór braut en ég var búinn að ég datt aðeins úr rytma og hefði viljað vera að slá hann aðeins betur. Strax í fyrsta ekki bara? Nei, þessa viku. Ég hefði viljað vera bara að slá og vera bara að spila aðeins betur. Hann einhvern veginn, maður var svona aðeins auka stress, skilur einhvern veginn, maður vissi ekkert hvað var að gera, skilur allt nýtt. Þannig að, já, það var ógeðslega stressandi fyrsta tegug en svo líka bara ógeðslega gefandi. Leður hitti kúluna, saman hvert hann fer, þú veit, einhvern veginn bara, léttir og að klappað og svona, herru, bara við erum byrjaðir. Sko, eitt sem ég var að spyrja á, sorry, þetta er í handritunum Leifur, þú mættur á US Open og við höfum fengið marga landslísmennirna sem var að spila á EM og HM. Sko, fyrir því að vera mættur hérna á US Open, stærðagráðan á því og vera mættur hérna bara frá því og mættir hérna inn og fyrsta höggið og annað, þetta er líklega að vera eitthvað stærðagráð sem að þú er ekki séð áður. Nei, heldur betur ekki. Ég meina umgjörðin í alla staði er bara svona absurd, bara ég meina það er byggt klúbhús bara fyrir mótið, skilur sem er þá með lockerroom fyrir leikmenn og það er matsalur bara fyrir leikmenn, það er matsalur fyrir leikmenn og teymi, það er sér matsalur fyrir fjölskyldur
þú ert með rækt, þú ert með sjúkraþjálfaraherbyggi, þú ert með allt til alls. Það er hérna, það er hægt að vera í klippingu þarna, það er barber bara og hérna kaldi pottar og allt recovery stuffið og þannig að þú ert með allt til alls og hérna, og svo ertu náttúrulega með standana eða stúkurnar með hérna fyrir allt fólki til að sitja í og þannig að umgjörun strax bara rosaleg og að mæta þarna á fyrsta deginum og á sunnudeginum og það var mjög lítið að gerast á, mjög lítið af fólki mætt og að vera að slá á milli Patrick Reed og Rory McIlroy. Þá var það svona, við erum mættir. Ef maður vissi ekki þá hérna, þá vorum við mættir og já, þú veist, þá náttúrulega bara kemur endalaust að spennu tilfinningum og stressi sem maður var kannski ekkert búinn að gera sig grein fyrir og plana fyrir og þetta er bara nýtt umhverfi. Farið að æfa þig á vellinum? Já, þannig að ég mætti á sunnudegi, æfði sunnudag, mánudag, þriðjudag, miðvikudag og byrjaði svo á fimmtudegi. Sko við komum aðeins inn á umboðsmannin áðan og mér langar að spyrja þig núna hvað umboðsmaðurinn gerir og síðan með hvaða leikmönnum þú varst að spila þessa æfingarhring. Já. Og hver er umboðsmaðurinn? Þannig hann er Mark, hann er Dani, vinnur fyrir umboðsskrifstofu sem heitir Hambrick Sports og þetta er bara með golfara. En hérna hann er með þessi umboðsskrifstofa með nöfn sem við myndum þekkja, Scottie Scheffler og Brooks Koepka. En minn umboðsmaður er hérna með minni nöfn sem betur fyrr og hérna og þá fannum maður alltaf bara aðeins meiri athygli og hérna minni nöfn og þig. Já, og hann í rauninni verkefnin hans hann alltaf bara vendar mig svolítið í ákveðnu umhverfi. Hann er ábyrgur fyrir mikið af verkefnum eða hlutum sem ég þarf ekki að díla við þá. Þannig að ef það er einhver svona samstörfi eða dílar í gangi þá þarf að fara í gegnum hann alltaf. Hann er bara með bara augun fyrir mig að hérna og álit til þess að hjálpa mér í gegnum það. Svo móti hjálpar hann líka að sækja styrki þótt að það er erfitt þegar hann er Dani, skilur, en hann hjálpar bara helling með þetta, business hliðin að því. Svo líka hlutverk umboðsmanns að reyna að fá boð í mót. Það er ekkert ennþá í spilunum, en ég vona bara að ég held áfram að gera vel og fæ þá einhvers konar boð. En svo eins og í þessari viku þá er hann bara til að hjálpa. Ef það er eitthvað sem hann þarf að redda eða ef ég nenni ekki að fara að ná í einhverja reggalan minn í Nike-trukkin þar sem að þeir eru með all fötin þar. Ef ég vil vera að æfa frekar þá leipur hann og næri þetta fyrir mig og þannig að hann er bara til staðar til þess að hjálpa og gera líf mitt einfaldara. Sama með eins og það var eitthvað við til sem að ég átt að taka þarna og sem var alltaf bara gaman en þá var hann svolítið inn í því að passa upp á að það væri rétt gert og það væri ekki að trufla mig frá því að undirbúa mig. Þannig að þetta er heimur sem maður gerir sig ekki grein fyrir og svolítið langt frá því sem við erum vön hér en bara gaman að upplifa það og vera með eitthvað sem maður treystir í því. Sko hvernig ég veit að þið eru kannski ekkit mikið á hótelbarnum svona degi fyrir hring og svona en þú veist, bara hitta þessa konga á hótelinu og svona, þykist náttúrulega bara að vera kollegiðra eða ertu... Maður fann maður var byrjað að vera þægilegri eftir sunnudaginn, eftir að spila eitring. Það var næs að spila með Patrick Reed. Já, sorry, ég glimti hverjum ég spilaði með. Ég fyrir þannig. En já, byrjum það bara núna. Á sunnudeginum spilaði ég með Patrick Reed og Jackson Koivan og Bryson DeChambeau spilaði í gegn á fyrstu hólu. Þannig ég spilaði ekki með honum. Gæti sagt að ég spilaði einu hólu með honum. En hann var mjög næs, tók í spana á okkur og sagði bara til að mikið að komast og allt það. Þannig að þá einhvern veginn strax ertu komið svona herrum. Okay. Ég er skilur, ég get alveg spjallað við þessu gauðra alveg eins og þeir tala við eitthvað annan. Og Patrick Reed þekkir rosalega mikið af strákum. Hann er með mjög neikvægt svona repetition en hann er alveg flottur gaur fannst mér, hann næs við mig og hann kynnti mig fyrir rosalega mikið af leikmönnum. Hann við spilum hann og þetta er svo limbo einhvern veginn, það er bara einhver sem mætti og byrjaði á seinninni og spila með okkur eina hólu og svo förum við fram úr og eitthvað.
Þannig að við spiluðum með Patrick Harrington, Íri, við eina hólu og hann kynnti mig fyrir honum og Justin Rose var þarna á einu gríninu og eitthvað að æfa sig. þetta ekkert surrealist? Svolítið mikið, alveg, jú, 100%. Ég meina, allt í einu er ég eitthvað að spjalla við Justin Rose víkingaklappið. Já. Hvað er að gerast? Ég átti bara að vera heima og fá með sómasamlöku. Þannig að, jú, og þannig er þetta bara, þetta er einn upp á skólanum mér hann, Justin Rose, og hann kynni mig fyrir honum og hann fyrir eitthvað, hann segir honum að ég er fyrst Íslendingurinn og þá fyrir við að tala um Ísland og ég spurði hann eitthvað út í HM, hann ætlaði að byrja hann á sama tíma og England og svo fór hann að tala um hvað Víkingaklappið er stórt í Ryder Cup núna. Það er náttúrulega bara líkill partur af þeirra hefð. Þannig að við erum út um allt. En svo þriðjudagurinn, þá spilaði ég einn, bara cozy, var með teiminu mínu og við bara einhvern veginn sáum völlinn þá frekar við. Skjóðu það inn í bara eldsnögt. Já. Hvernig var uppstillingin á teiminu? Hverju voru í teiminu? Ég var með, til miður var Andrés, golfþjálfarinn minn, hann fór í axlaraðgerð, hann bara rétt fyrir. Þannig að hann komst ekki, eðlilega, hann var ekki með axlir, eða svona líka við. Og svo var Gauti Gretas, sjúkraþjálfari, Simmi, sem hjálpaði mér háskóla, hann er svona tölfræði og hjálpaði mér svoleiðis stöf. Svo var háskólaþjálfarinn minn og umboðsmaðurinn minn, svo mamma og pabbi og bróðir minn komst til mér ekki en hann var að þjálfa úti annars staðar og svo sálfræðingurinn minn var bara heima en ég ræddi við hann bara í símann. Þannig að það er svona allt heimið og flestir af þeim komist út sem var mjög næs en svo er náttúrulega líka bara hellingslærdómur. Ég meina maður er vanið því að vera ekki með neitt í kringu sig, skilur, og allt í einu er þetta miklu meira professional. Þannig að maður lærir bara helling að hvernig á að hafa sér þegar maður er með allt til alls, skilur. En það var rosalega gott að hafa fólk sem þú treystir og hefur verið með þér frá því að þú varst ungur. Það er allt fólk sem byrjaði bara með mér. Og Bjarki líka það ekki? Jú, sorry, gleymi Já. ég er út með honum á morgun, sko. Það er gott að myndu. Takk, Leifur. Þetta er hörku Takk kærlega fyrir þetta. Hörku lið. Þetta er alveg teimi sem maður þarf í svona risamót. 100% og svo náttúrulega, ekki gleyma Bjarka Katti. Hann var geggjaður og er aftur að fara núna Katti fyrir mig í næsta verkefni. Þannig að, já, hörku teimi og allir þessi bestu eru með svona batteri í kringu sig og jú, þeir eru kannski ekki allir með það alla vikur, allt batterið en þetta er þessi teimi sem vinna og liðsvinna sem á sér stað á bakvið sem ég er að gera. Þannig já, og svo á þriðjudeginum, þá spila ég einn bara með þeim og miðvikudagur þá setti umboðsmaðurinn minn upp að spila með Nikolaj Højgaard og það var geggjað, hann er Dani og tengi mjög vel við hann er Norðurlanda búið endilega og já, maður bara einhvern veginn tengi meira við þessa ungu gaura sem að koma af sömu svona slóðum og uppruna og maður sjálfur. Þannig að það var mikil reynsla og gaf mig mjög góð ráð og svo hörku hol sem ég var í á miðvikudeginum, þá var ég með Scottie Scheffler, Sam Burns og Gary Woodland og hann erum við með US Open sigurvegara í Gary Woodland, bestan í heiminum, Scottie Scheffler og Sam Burns sem var næstu búinn að vinna mótið og er búinn að vera bara ógeðslega góður, búinn að vera oft í Ryder Cup. Þannig að þetta var svona LSU legend líka. Já, hann var í LSU, þannig í rauninni kom ég inn í þetta hol, skilur. Ég er ekki, Scottie Scheffler er ekki minn helsti brósi og ég er alveg hreinskilinn, þannig að já, ég komst inn í holið gennum það og bara alltaf alveg stress sem að fylgja því, maður er að spila með drauma holli eða eitthvað leiti, skilur. Var Geitir ekkert sjáanlega hana? Ég er alltaf að taka þér út smaður. Nei, hann var því miður ekki til staðar. Er hann hættur eða? Hann alltaf lendi hérna einhverju bílslýsi aftur. Já, aftur, ok. Já, hann er bara búinn
búin að hakka sér bakið einhvern veginn og sko. það erfitt að komast úr því þannig að hann hefur tekið nokkur hliðarskrif í lífinu og hérna ég held að hann sé bara að vinna í að komast tilbaka allan og svona dagstaglega skilurðu, og ég held að golf ekki það sem við þurfum að sjá hann gera frekar bara að lifa lífinu eins og maður. Það var alltaf minn golfari. Já, ég meina hann gerði rosalega mikið fyrir leikinn og hérna þegar ég að byrja þá hann kannski á endanum eða svona í mesta bullinu en hérna hann þá svona geitinn fyrir manni að sjá alltaf klippunar og öll vídeóin frá honum og svo tekur svona Rory við að einhverju leyti. En já, hann að spila með þeim, það var rosalega stórt. Já. Origo hjálpa fyrirtækjum í Íslandi að innleiða gervigreind sem skilar raunverulegum árangri, til dæmis með 4 vikna greiningarspretti fyrir Copilot og hjálpa það fyrirtækjum að nýta gögnin sín rétt, vinna hraðar og eyða minni tíma í endurtekna vinnu. Origo, þekkingafyrirtæki sem færi fyrirtæki áfram. Should I stay or should I go? Origo. Payday, fyrir rafvirkjaðan úti. Hvað tekur tilbóðskerinn eitthvað langa tíma? Ef svarið of langa tíma, sem að ég veist líklegt, þá komið tíma á einfaldara lausn. Með Payday býrðu til tilbóð og reikninga á örfáum mínútum og getur eytt meiri tíma í verkefnin sjálf. Ég bara elska að þegar kemur alveg fyrir sem Energy Rekstri að ég veit ekki alveg hvert ég á að snúa mér og þá kíkir maður bara á vefspjallið og einhvern veginn þið bara búin að svara manni innan 30 sekúnda. Já, ég búin að þetta alltaf á hana Guðmund, sko, auðmíka Guðmundur, sko, ég búin að spyrja hann, sko. Frábæð þjónusta. Giggo. Komin tími á pallin, komin tími á græðana pall sem þau eru alltaf dreymt en aldrei fundið til þess rétta tíman. Þú ert bara einni auglýsingu frá því að láta drauma rætast. Lýstu verkefnuna Giggo, merktu auglýsinguna með smíðar og þeir láta yfir 1036 giggara vita. Já, takk, kæra þakkir. Það ekki nema 1036 giggara sem vilja græða palliðin. Svo er það Elko. Já. Elko, þetta, nú maður mitt eins og ákom fram að stúsast aðeins fyrir heimilið og það var sjónvarpið. Ég er svolítið búin að kvíða fyrir því að velja sjónvarp af því að stórt sjónvarp bara kostar fullt af peningum og mér langaði ekki lítið sjónvarp, mér langaði stórt sjónvarp og ég var fann að hugsa, þetta er okkur 500.000 kall ég meina ef ég er að fara í einhverja alveg stærð, 60 tommur eða eitthvað, þá er þetta okkur svona 500.000 kall Herðu, 110.000 kall af Elko bara... Það fórst í dúbusjónvarp eða? Nei, þetta var bara flatskjár, bara Samsung alvöru græja snjallsjónvarp Ég ætlaði ekki að trúa þessum verðmiða. Nei. Svo er þetta líklega ábyrgð hjá Elko. Hvar annars staðar en Elko? Já, og svo fór ég að skoða að því verðsagan, þú veist, er ekki eitthvað gruggugt í gangi? Nei, þá sá ég líka bara að þetta voru bara bestu verð í háa herrastíð. Sessor, fjölbreytt teymi með djúpa sérfræðatengingu. Hjá Sessor starfa samstillt teymi sérfræðinga úr fjármálum, upplýsingatækni og rekstri sem samina reynslu og sérþekkingu úr ólíkum geirum. Hver sérfræðingur býr við djúpri þekking á sínu sviði og það er dálítið það sem á Sessor býr yfir. Það er þessi djúpa þekking sem við elskum. Já, þeir eru að þjónusta mikið af flottum fyrirtækjum. Þeir eru þetta, já, ég veit ekki hvort ég get nefnt mörg aðna þegar þeir eru mörg hver í smá samkeppni við vinnu okkar en ríkislögreglustjóri þar að meðal og mörg önnur stöndu fyrirtæki en Sessor er auðvitað bara traust í samstarfi ef ég ætti svona kjarna tá bara ein alveg í blálókin þú varst þarna auðvitað mættir og bara byrjar að slá með Rory við hliðina en þú veist að vera með Scheffler einhvern veginn hérna á lokarhringnum undirbúningshringnum þú var samt alveg bara þú kannst alveg fókusera á þig þú verður með Scottie Scheffler við hliðina þér Ef ég er alveg hreinskilinn, þá bara alls ekki. Nei. Ég er ekkert að fara að vera hérna og segja að ég rúlaði og leið bara eins og ég væri kóngurinn. Það var alls ekki þannig og ef það væri þannig þá myndi ég bara svo sannlega klappa mér á baki fyrir það en þetta er bara mikill lærdómur sem fylgir því að vera með svona stórstjörnu og stressið sem að ég upplifði svipað stress á fyrsta teig með þeim og þá ertu komið bara að þú vilt lúkka vel og vera eins og þeir skilur og þetta er bara drauma spilararnir og ædoliðin og þetta var svo hver annar mánudagur hjá honum eða ekki? Já, nákvæmlega, þetta er bara einhver nýr dútti sem er amatör og og hann pælar ekkert í hann var ekkert að deyja úr stressi? Nei, alls ekki þótt að ég var fyrst Íslendingin en já, og maður lærir helling bara einhvern veginn að vera í kringum hann og þessi gaura en líka sjá þá slá lélehögg þessi strákur eru mannlegir og þeir eru að djóka og þeir eru bara eins og við en maður er búinn að
búa til svo mikla svona guðsýmynd af þeim að það er kannski, maður þarf að kúpla sig aðeins tilbaka. En svo er þetta bara eins og með allt annað að þetta er bara nýtt umhverfi þarna. Þetta er alveg eins og það er ekkert sjálfgefið að vera ekkert stressaður ef þú ert 15 ára gutti og fer allt í einu í fótbolta með Gylfa Sig eða skilur einhverjum af okkar bestu fótboltamönnum. Það hefði bara verið skrítið að vera ekki að stressa, held ég. Og þetta er bara svona, já, lærdómsferli sem að einn daginn mun mér líða ógeðslega vel í kringum þá og maður var ógeðslega stressaður að spila í fyrsta kallamótinu á Íslandi og maður var með stórstjörnur eins og Byggaleif og Harald Franklín og Bjarka og alla þessar strákar sko. Ég gleyma hellinga fólki en þeir vita hverjir þeir eru en þá fannst mann ógeðslega stressandi að vera í kringum þá og fá að spila með þeim og svo bara stekkar þetta. Það er eitt skemmtilegt sem ég þarf að bæta inn út að Haraldur hefur verið þá ég ákvað að hringi í hann ég nýtti tímana með ég var heima árin ég fór í mótið og hringdi í hann og bara spurði hvernig honum gengi og svo hvað hann upplifði þegar hann spilaði í fyrsta reysamótinu sínu og hann kom með eitthvað svona ráð það sem hann upplifði og fannst gott og hann spilaði mitt með í góðu holli þar sem voru mikið af fólki að fylgja því sem er einu sam og ég stílaði inn á að gera með þessu holli að þá ertu að spila með kannski 3-4 manns djúpa raðir skilur í kringum alla hóluna bara mikið af fólki og sem er líka streituvaldur og bara stressandi. Þú pælar alveg í því? Þegar maður er að góla? Þetta er svona, maður gleymi því þegar maður er byrjaður en á fyrsta teig því þú sér línuna bara fólki og endalaust að liði tegur á lefti í. Og svo kannski sjónvarsmyndaðar það líka? Já, þetta einhvern veginn allt bara kemur saman og það var alveg góð pæling að venjast þessu og að spila með stórstjörnum og fá þá fólkið út af þá ertu strax búin að venjast í aðeins þannig að þegar þú byrjar að spila mótinu þá ertu ekki eins stressaður yfir því eins og varst þannig að þú ert bara undirbúið líka fyrir þann þátt en svo sendi hann á mig eftir að við spjöllum og hann sagði sko, það er svo fyndi hvað golfi getur verið mismunandi. Ég var að klára símtal frá þér að spyrja hvernig þú átt að undirbúða fyrir risamót svo fær hann símtal frá einhverjum fertum frænda sínum sem var að fara í fyrsta golfmótið sitt og spyrja hvernig hann ætti undirbúða sig skilur. Þannig að mér fannst það svo fyndið að hvað þetta er bara einhvern veginn þetta er alveg eins fyrir alla skilur. Ég hefði getað verið super stressaður á sama mælikvarða og frændan sem var að fara fyrsta Texas Scramble mótið þannig að þetta er líf og fjör. Já, ef ég fæ að stela þrjuminu bara, ok, við tökum bara fyrsta höggið á US Open hvenær var rástími og þegar hitti fyrsta höggið fannstu strax bara, ég er eitthvað off í það? Já, sko, þetta var skrýtinn dagur, það var þoka eða eitthvað, það var smá frestun ég fekk rástíma seint á fyrsta degi og snemma á næsta dag og hvort ég átti rástíma 1 eða 2 eða eitthvað og enda með að fara út bara nær 4 eða 5 eitthvað og hvað gerir maður á meðan? Sorry. Ég svaf út og svo einhvern veginn fórum við bara lá ég í sófanum og settum gólfið á og maður var einhvern veginn bara slóra, fekk sér góða morgumat. Er ekkert pirrandi að bíða svona? Jú, mjög, sérstaklega þegar þú veist hvað er í húfi. Ég meina að spila á reysamóti og þeir langar bara að byrja. Því meiri tíma sem þú hugsar, því meira svona böggandi verða. Og svo förum við bara á öllin og gerum okkar rútínu, borðum hádegismat og hitu upp og svo slæ ég og jú, ég fann það bara strax í upphitunni að það var eitthvað off. Mögulega var maður bara orðinn smá eitthvað off-tæknilega, sem bara gerist, maður slæri ekki alltaf vel og svo þú bæti bara við stressinu að vera á risamóti, að vera með alla þessum umgjörð og En heldur þetta ekki hafi verið bara það? Eða? Jú, ég meina, ég veit alveg að ég get slegið öll þessi golfhögg og hann en þetta er meira en að segja það og þetta er, sem ég sagði í einhverju viðtali að þetta er eins og að fara í óleysi stærðfræðipróf, þú undirbúrið eins og getur og heldur þú ert ready en svo mætir á mótstæðin og
þetta bara öðru sig, þú fara aðra spurningar og þú bara smá lost. Þannig að ég datt bara aðeins úr rytma og fann bara að ég var svolítið off og leið vart smá off og bæti stressinu við á svona erfiðum golfvelli. Það var mjög fljótur að refsa þér og sló bara lille högg á röngum tíma og tók mig svona smá úr rytmanum. En einmitt þá var maður bara, það var allt í lagi. Ég meina markmiðið var alltaf að mæta inn og njóta þess, læra út af þetta staður sem ég vilja vera á í framtíðinu og ef ég ekki tekið út 2-3 ára af lærdómi í einu skipti þá tek ég það. Þegar þú segir erfiðum golfvelli fyrir hlustendur, hvað þýðir það? Þetta var eldskýrt, menn voru að skora bara mjög illa, bara góði golfarar voru bara í ruglinu. Hvað er erfiður golfvelli? US Open mótið venjulega á þann heiður að vera svolítið svona erfiðasta golfmót í heimi. Þannig að þeir setja vellina alltaf upp eins erfið og ekki geta. Og erfið völlur þýrunni, hann er mjög langur, hann er mjög harður, mjög hraður, þannig að það er erfitt að stjórna boltanum. Í þessu tilfelli var mikil vindur, sem alltaf getur ekki planað fyrir, en það var mikil vindur. Og svo eru brautirnar, þeir voru ekki bilaslega litlar, en það voru nógu litlar til þess að það var erfitt að hitta þær. Og svo leið og missi brautina, þá er refsað heldur betur. Þú veit ekki bara eitthvað í smá kargaði röffi eins og við þekkjum hérna heima að þú ert strax bara komin í gras sem að nærður upp á halvan eða næstu upp á hné eða upp á kálfa og það er bara þykkt og þú bara finna boltaðinn og reyna að hakka hann út. Þannig að bara kom með heilt vítisögn fyrir að missa braut og ég var hérna bara alls ekki á dræfinum. Það var datt svolítið úr. Dræfirinn bara, fekk ekki að vera með þessa vikuna og þá ertu bara komin í bras og erfitt að spila golf þannig. En eins og ég segi, þá var það bara breytum viðhorf. Sko, það lægði aðeins með kvöldinu eða ekki. Þetta var ágætis tími eftir að hafa til að fara út. Jú, þetta batnaði. Þetta var í rauninni versta köllum þetta svona wave. Það getur verið early late eða late early wave. Og mín svona, bylgja var í rauninni verra veðrið. Þú veist, mikinn vind og svo var bara stöðuvindur næsta dag. Já. En svo reyndar breyttist veðrið, þannig að þetta var bara alveg eins bæði. Þannig að það læði aðeins á kvöldinu og enda náði ég að keyra í kjarnorku fugl til að klára daginn. Það var svolítið sætt að var líka gaman bara, þú veist, að fólk komið út að horfa, mikið af vinum og kunningjum og fjölskyldu og að ná allan að gefa þeim eitthvað til að fagna yfir, sko, það var sætt og svo bara stuðningurinn var ógeðslega dýrmætur að finna fyrir sama stuðning þótt að maður spila vel eða illa og það er eitthvað sem maður er ógeðslega stoltur af. Já, skemmtilegt, það var einhver svona stuttklippa af kylfingunum þegar voru spurðið, sko, hvort á hvað skora þeir myndi halda, ég held að golfar með 10 fórgjöfara myndi skora á deginum. Það er bara svona einhvers staðar á milli 120 og 30 líklega. Nákvæmlega. Ég meina þetta var svolítið svoleiðis að ég veit ekki, erfitt að gera sig grein fyrir hvað eitthvað með 10 fórgjöf skilur myndi spila á korpinu eða eitthvað en þetta var bara, ég myndi segja pabbi með 0 í fórgjöf ef hann gæti breykað sko 90 eða 100, örugglega 100, þá myndi ég gefa hann alveg gott klapp og pat on the back. Það er rosalegt. Og þetta er bara djók hvað þetta er erfitt og grínir eru rosalega slópi. Það er annað sem að gera völlin ógeðslega erfiðan. Að þú ert kannski með grín sem er 30 metrar lengt sinum breitt. En grínið sjálft var í rauninni bara 5x5 út af að það var bara halli af gríninu. Þannig að þú slóst og hann gæti rúlað alla leið niður og í bunker eða... Og það er viljandi gert? Já, það er bara hannaði völlin þannig, skilur. Þessin er hann bara erfiður og hann er settur upp erfiður. Til þess að sýna hver er besti kylfingurinn, skilur, eða hver er á bestu vikuna. Þannig að þetta er svona, þetta er hörkumót til þess að fara í og ógeðslega gaman ef þú ert að spila vel.
segjum að ég myndi senda þig í fyrramálið á sama völl, nákvæmlega sem aðstæðunum út bara einn að æfa þig í dag, hvað myndir þú skora núna? Ég held að þú myndir bara gefa mér mitt bara aftur, skilur, eins og segir bara séns og Engir áhorundur, enga myndavélar tekur út þessa stressfaktora sem eru rosalega miklir þá myndi ég vera svektur að vera ekki í kringum bestu skorin í mótinu. Já. Ég man ekki hvað menn voru að skora á en það voru absúrt góð skor annarkvæmt daginn en ég myndi segja undir pari væri bara solid. Já. Það var ekki, ég myndi ekki koma mér á óvart. Nei. Þetta já. Sem að segja líka mikið skilur hvað þessir þetta er mikið hausinn, sko. Já, utan aðkomandi hlutir gera mikið. Þú ert komin í nýtt umhverfi og eitthvað sem að þú þekkir ekki, sem að enginn í kringu þig þekkir. Hvað myndir að halda og þurfir að því að vonandi þetta bara eins og þú segir, fyrsta af mörgum. Hvað heldur þetta að þú þurfi mörg mót þannig að þetta verði bara eins og Scottie Scheffler hver annar mánudagur? Ég held að þú þarft ógeðslega mörg og ég held að Scottie Scheffler upplifi alveg jafn mikið stress eða svipa stress á mótstegi, skilur fyrsta tegug. Já. Þess að ég átti þarna mjög gott spjall við Nikolaj Højgaard og hann spilaði Ryder Cup í Róm 2018 og hann sagði mér að hann var bara að deyja úr stressi að spila æfingarhring með Rory sem var hans idol og þá sett ég mig, það var í rauninni sama spór og ég var í að spila með einhverju leiti mínu idoli, Norrlandabúi og þú sér það að þessir bestu kylfingar í heimi eru þarna bara, hann er bara í panikstressi skilur yfir sumul hlutunum. Þannig að ég held að ef Rory McIlroy er búinn að vinna alla majoruna og er kannski svona svolítið bara jolly yfir öllu þá ertu kannski ekki að mæta og stressa það mikið og þú ert búinn að ná eiginlega öllu í leiknum en leið og Scottie Scheffler mætir á mót sem hann er ekki búinn að vinna og hann er með alla að garga á sig eitthvað úr stúkunni og endalastu viðtölum og svoleiðis þá þetta er bara sama, hann er 30, ég veit ekki hann er gamall skilur, hann er yfir 30 þurrglega og fullur maður og kann að díla við þetta og hefur farið í gerum innan skóla þannig að maður það líka að minna sig að það og vera heiðalög við mann sjálfan. Við erum komin að loka liðnum hérna í kvöld. Mikið er það gaman. Já, fáránlega gaman. Þú vildur bara líða rætt maður. Eru ekki búin að læra mikið golf bara og Jú, ég vissi ekkert fyrir þetta áður, núna veit ég eitthvað. Já. Eru ekki bara að pæla að fara í háskólagolf og kannski yngi ykkur aðeins upp? Jú, bara ef ég verið 12 ára í dag að hlusta á þetta, ég verið fullur á eldmóði, sko. Það væri gaman að sjá þig. Ég reyndar samt, sko, þegar ég ber mig saman við þig, af því að ég var líka í þjálfun hjá Gauta þegar ég var yngri og bara hafði stóru draumi fótbolta og annað, en sko, þegar ég var látin gera einhverja jafnvægisæfingar og samhæfingaræfingar hjá Gauta, ég segi bara, hvað rugl er þetta? Þú veist, ég vil bara spila fótbolta. En þú veist, ég hafði engan veginn sýnina einbeitinguna í að fatta hvað þetta var mikil snild og bara og þegar maður sér einhvern sem maður nær svona langt hvað er tilbúin til að gera og leggja aukalega á sig þá skilur maður þetta betur sko. Þannig að það er alveg þannig og ég hef svolítið tekið þá svona sína á þetta ef þú ert að gera eitthvað öðruvísi sem er smá skrítið þá ertu pottið að gera eitthvað mjög gott út af að ef þú ert einn í ræktinni með mörgum af góðum kylfingum og ert eini að eins og þarna kasta tennisboltum og gera eitthvað þá ert þú að gera eitthvað sem er að fara að skapa svona edge skilur og það þú ert búin að finna eitthvað nýtt sem að hjálpar og ég hugsaði bara ekkert nefn þannig að ég er bara naut þess að vera að gera eitthvað nýtt sem engin annar var að gera og treysti því bara fullkomlega. Ég með 2 stuttar á hann ég leifi rittara sko bara ef við förum yfir bara endalókin á US Open bara hvert fór hausinn, hvað fórstu að hugsa, hvað ætlar að gera næst, hvað varstu lengi svektur, hvað varstu lengi að byggja það aftur upp og svo mögulega bara hort til framtíðar, hvað ertu að horfa í næstu, hvað með vænta Gunnlaugi Árna næstu 1, 2, 3 árin? Sko, eins og aftur, ef ég er rosalega hreinskilin, maður er bara strákur sem er að fara í golfmót og ógeðslega mikið keppniskap og hann er alltaf svektur þegar maður spilar ekki vel og eitthvað, en maður einhvern veginn var fljótur að koma sér úr einhverju fílu eða pirring
bara í bara í samskiptum við þá Bjarka sem Katti, skilur, og rættu bara og skilur, það engin ástæða að vera fúll, þú veist, horfðu í kringu þig út á US Open. Það myndi allir bara vilja vera hérna akkurat núna. Hann hafði fullt af svoleiðis hlutum sem ógast bara einhvern veginn komið í jákvætt viðhorf og það er ekki að vera að gera neitt gott að vera eitthvað svekkið yfir einhverju. Þannig að lokin á mótinu þá, þú veist, ég fór hann í dag 2 og en þá náttúrulega manni leið bara smá off og hérna sem bara partur af leiknum og þá einmitt þarna kannski var maður bara með 40-50% af sínum leik, þá var bara náði maður kannski að fullnýta það á seinni deginum og spilaði þarna bara einhverja nokkri pari og ég fann það bara strax í lokrings að þegar maður datt bara inn í einhvern rytma þá leið mér bara eins og ég var ég sjálfur, ég var með stjórn á sveiflunum minni, boltanum. Komur í smá pocket mode kannski? Já, að einhverju leyti, einhvern veginn aftur svona eins og ég nefndi, maður hefur enga að tapa, maður bara að spila golf og sló það bara eiginlega bara góð högg til að klára mótið og það var úrslega gefandi að hérna og svo bara lappa upp senustu hóluna, horfa í kringu sig og njóta, drekka alla stemmingun inn og alla tilfinningar þar og já, svo bara heimleið og hérna halda áfram næsta verkefni og vonandi þetta bara stoppustuð af mörgum á ferlinum. Já. Hvað eru dögurinn núna? Ég fer út á morgun í US Amateur og það er einnig bara sama mót bara fyrir áhugamenn. Það svona stærsta mótið sem á dagskránni sem ég veit að ég þarf ekki að qualify inn í eins og US Open út af stöðum minna hinsasta. Og það er bara, já, mjög spennandi verkefni og hérna, ég kom sérst heim og fór í landsliðsverkefni og eitthvað svona skemmtilegt yfir sumarið en núna það bara, já, þetta mót svo beint aftur í skólan. Þannig að það er hellingur sem að bara heldur áfram og hérna, og ef ég myndi ekki hafa spilað í US Open þá hefði ég ennþá verið ógeðslega ánægður með sumarið og verkefnin eru ógeðslega stór ennþá. Þannig að hvað þarf það að gera til að komast aftur í US Open næst? Bara sama. Já. Bara qualify hann inn og hérna, ég reyndi að qualify hann í Open, bara mista því og það bara svoleiðis þetta er hörð samkeppni og hérna en það sem ég get gert er að gefa svo góðan séns á hverju ári og hérna svo bara sjá hvað gerist en vonandi verður þetta bara oftar þegar maður er atvinnumaður og spila maður sinn og er fasti gestur þarna. En það er þarna framtíðarsýnin er hérna klára skólan og halda bara áfram að bæta sig. Það er svolítið svona hérna hugarfarið mitt núna og inn í næstu mánuð og kannski árið að leita bara alltaf bætingu, hvort sem það sé 0,1% í hverju augnabliki eða hverjum degi. Að hérna, ef ég er að bæta mig alltaf og gera allt til þess að bæta mig, þá það mun hafa góðar afleiðingar. Þannig að ég er ekki að fagna öllum sigurum til endaloka, eða meira að stoppa, meta þá og fagna þeim ef maður á það skilur og hérna og bara sem er hollt líka. En svo er það bara áfram gakk og hérna næsta verkefni. Ég vona að ungir hlustendur sé að taka þennan strák til fyrirmyndar. Já, ég vona það líka. Við erum einmitt með, sko, nú erum við að koma að riddarspurningunum og einhverjar eru með gamansömu ívafi og aðrar eru kannski alveg gefnar og þær eru talsveit margar, en þú bara ræður í hverjar... Nú vilt aðeins styttir í svör. Nei, einhver eru til þess fallar að þú vilt kannski svara þeim í lengri en annars kannski ekki. Þannig að þú metur það bara. Spenntur. Byrjum á einni almenni hérna, sko... Rættum þetta líka að hætta bara hvernig golf hefur þróast í gegnum árin. Kylfingar eru farin að slá lengra og það er verið að lengja velli og einhverju tala að þessi gegn uppaflegri þessi bara verið að eyðileggja þessa velli sem hafa verið til í 100 ára. Sko, þessi pæling með rollback á golfboltum, finnst þér að áhuga menn og atvinnumenn eiga að leika með mismandi búnaði, minnka dræverhausinn, eitthvað svoleiðis? Ég myndi kannski velja að fá útskýringu á þessari spurningu. Já, ég get útskýrt sem sagt við erum eiginlega að tæknin er svo góð að hún bara hjálpa okkur sem mannfólki og mikið að við erum einhvern að díla við að kannski of auðvelt að spila golf, þá erum við að slá of langt og þá eru vellinni bara svo stuttir. Þannig að pælingin var þá mögulega vill
svona yfirvöldin á golfheiminum að láta golfboltan fljúga styttra. Já. Og það ég meina, við höfum ekki endalaust pláss alltaf til að lengja alla velli, það er bara búið til hús og stöff í kring. Mín svona filósofi á þetta og er frekar og hef rætt þetta smá við þjálfarum minn, hann er með góða pælingar og svona ég held að vera skynsamlega að breyta hvað maður hafa marga killur í pókanum. Já. Þannig að ég held að vera skemmtilega og minka bara fækkar í 13 eða 12 eða strax komið með skilur Hverju myndir henda? meira creative. Ég myndi breyta bara gappinginu, þetta er leiðilegt svar. Ég myndi breyta bara hana staðan fyrir þessu 10 metrar á milli kilo, þá myndi ég bara láta það vera 12 skilur og gráðuna myndi alltaf vera tvíkar aðeins. Ég myndi taka skilur bara eitthvað þarna miðjum og svona 8 og 5 úr eða eitthvað og tvíka allt hitt til. En ég held að það geti verið option. Breyta boltanum. Ég held bara svo mikið jask eitthvað sem að fylgi. En þetta er bara eitthvað sem að ég tekið það afstöðu og bara pæla ekki mikið og mín ákvörðun eða skoðun á þessu er aldrei að fara að hafa nein áhrif. Þannig að ég bara hlýði og ef eitthvað segir mér að skipta bolta þá þarf ég bara að gera það. Já, þetta er skemmtileg vinkill. Ég veit að ég var alltaf varan á þegar menn mæta með æfingapóka, svona lítið póka með nokkrum kilum, þá veit ég að þú ert skratt, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að fækka kilunum í pókanum, þetta er skemmtilegt. Svo er hitt, sko, já, hvað er í pókanum þínum? Hvaða vetsa eru að vinna með? Hvaða fláa það er að segja? Og síðan, ég ætlaði að óna þessa spurningu og spyrja hvað þið finnst blades og síðan blade púttera sem er dett úr tísku og við erum að sjá meira og meira mallets. Sko, ég byrjaði með blade púttera, huge fan. Flottir. Mjög flottir. Ég vildi óska að ég myndi nota svolítið púttir og ég gæti það alveg en það er ekki það að fólk er að hætta með það út að þau geti ekki nota og skilur það meira bara tæknin í hinum púttunum og orðin það góð að menn eru bara að byrja að sjá konsistant bætingu. Þetta menn hafa líka blade járn. Ég er fan af þeim. Ég nota ekki blade, ég nota svona miðlungs einhvern veginn. Það er svona mjög nálægt blade kilvum en ekki beint. Og það er bara eitthvað sem ég hef verið með lengi. En já, póki minn er með Scotty Cameron búter, vetsa 60 gráður, 55, 50 og 46. Þetta er svona gappingin sem ég var að nefna. Svo erum við 9 upp í 4 járn af Titleist CBA járnum sem eru svona, næstu bæri við bladein. Og svo er ég með 3 járn eða 2 járn eða 7 til skiptana. Þannig að það fer eftir velli. Þannig ef ég er að fara til Englands þá vil ég 2 járnið og koma honum í leik og hann rúlar endalaust. Ef ég er í Bandaríkjunum og þarf að stoppa boltan á gríninu þá tek ég 7 trið. Þannig að það er svona skipti kilvinu bara eftir velli. Svo erum við annarkvort 3 trið eða mini-driver sem ég er með pókanum fyrir eftir velli og svo erum við driver. Þannig að þetta eru ansi margir kilvur sem maður ferðast með og þarf að breyta. Hvað kostar settið, sorry? Já, þetta er líka bara frábær spurning. Hljómadýrt. Það er hljómadýrt og það er vissulega dýrt. Hvað kostar? Ef þú ferði í þessar fínustu kilvur og bætir. Ok, ég ætla bara að kaupa það settið þetta núna. Ef ég mætti taka 1 kilvu úr þá myndi ég... Nei. En þá máttu segja mér hvað 1 kilva kostar. Það er bara einhvern veginn mann er að njóta góðs af því að fá mjög góðan gott service frá þessum fyrirtækjum. Þannig að maður er að fá kannski kilvur sem að er bara gefið túrspilurum sem er á PGA Tour. Já, ég get ekki keypt þetta út í búð. Nei, það er málið skilur þannig að þá ertu komið með svona verðið á því væri rosalega mikið. Já. En ef þetta er bara venjulega kilvan þá ertu ég veit ekki eins og hvort ég vil segja allt í nú brotist inn í bílinn minn og eitthvað. Ertu myndað í bíl? Nei, ég er aldrei myndað í bíl ef fólk er að pæla, það er alltaf heima. En ekki brotist inn heima. Nei. Já, það er einhver 100 skallar. Ok. En þú getur alveg fór út í búð og keypt sama sett. Já. Svona að einhverju leyti. Er það driverinn? Nei. Púttir. Já. Látum okkur sjá. Arnór Breki spyr
Hvað er það sem amatörkylfingur á ekki að spara til þess að bæta leiksinn? Ég myndi segja stuttaspilið. Það væri svona fljót svarað. Betri sem þú ert í að þú bara gerir þetta einfalt, færið þið nær hólunni. Þú getur verið góður þar, svo bara vinnur þið aftur. Og já, þú getur sparað þér nokkur högg með að ná boltanum upp og niður einu sem tvisvar hring og þá bjargar pörum og það einfaldast og svo kíkir þú bara til golfþjálfara annars slagið og passar allt í standi en það sem menn gera er að fara í bása og slá 100 kúlur og svo bara er ég góður en þú gerir það og þá getur ekkert pútt á honni þá skipta engum máli. Golf.com lýsti stíliðinum fyrir US Open með 4 orðum. Þú kannski veist hvað orðið eru. Ég mun telja það upp en ef þú ættir að lýsa leiknum með 4 orðum? Leiknum mínum í 4 orðum? Flókin spurning. Við hvað mennum með þessu? Sko, þeir sögðu kraftur, vipp, pútt og yfirvögun. Ok, ég fatt hvað mennar. Ég myndi segja yfirvögun, það var gott. Ég myndi segja stöðuleiki. Ég myndi segja jafnarspil. Ja, maður mætti vera boltasláttur, skilur það er bara saman hluturinn. Og gaman. Það er ekki gaman, þá skiptir þetta engum máli. Nei. Það er gaman að þetta sé líka gaman á hæsta leveli. Ég myndi mér að þetta sé líka stundu bara ekki gaman. Ef maður er hreinskilin þá getur þetta alveg verið bókandi þegar maður spila illa. En þá þarf maður bara að fara að passa að maður sem er áhugamál fyrir ykkur öru. Já. Haukur Már spyr hvaða eiginleiki er mikilvægari en hæfileikar til að ná langt í golfi? Væntanlega en hæfileikar. Eða sem sagt hvaða eiginleiki er mikilvægari en hæfileikar til að ná langt í golfi? Já, þetta er mjög góð spurning og frá toppmanni. Ég myndi segja nú þarf ég að finna þessi orð á íslensku. Það er mikið eitthvað úti að hugsa á ensku. Ég myndi segja þrautseigja, metnaður bara virkilega svona að vilja svona enska orðið sem að kemur upp í hugan svona grit. Já. Og vart bara virkilega að vilja þetta og í lok dags er metnaður og æfinga dugnaður og magn að fara að vinna hæfileika, skilur 10 af 10 sinnum. Þannig að ég myndi segja að ég vart með þessa svona lykilpunkta sem bara persóna eða þjálfar þá mikið þá skiptir engu máli hvort þú ert náttúrulega ömurlegur í golfi eða skilur bara átt erfitt með að læra það eða auðvelt. Þú gerir það. Mjög gott. Jóhanna Margrét spyr hvað varstu gamall þar að byrja þér? Hvað æfðir mikið og hvaða ráð hefur þið fyrir 10 ára kylfingar sem að dreymir að ná langt, svona þessu tengdu þetta? Ég byrjaði, eins og ég nefndi á hann, þá 11 eða 12 ára, eitthvað í kringum þann tímabil. Var ekki bara ráðinn þá. Ráð fyrir 10 ára kylfing. Mjög góð spurning. Sko, ég myndi segja það snýst mikið bara að vera duglegur að æfa þig, skilur. Það er vera svona ennstorð, coachable, að hlusta á fólk sem er í kringum þig. Við erum með frábæra þjálfara í Íslandi, við erum með frábært fólk sem að hjálpar okkur í sama hvað íþróttum. Ef við hlustum á það og förum svolítið bara eftir fyrirmælum, sérstaklega þegar við erum svona ung og vitum ekki betur, að þau eru að ýta okkur í bestu áttina og bara eltu það og verður duglegur og verður tilbúin að fórna ef vel virkilega langar þetta, þá verður tilbúin að fórna mikið af hlutum fyrir að ná alla leið og þetta er ekki auðvelt og þetta er bara, þú ert að fórna miklu og en í lok dags ertu líka ungur krakki og vilt bara hafa gaman og þannig að í rauninni, meta hvernig þú sér þetta fyrir þér, langar þér að ná alla leið eða ertu bara í þessu fyrir gaman og ertu bara ógeðslega duglegur, hafðu meira en allir. Það er svona basic svarið svo þú ferði í detailin og þá ertu bara að hlusta á þjálfarann og teimið þitt. Ein frá mér líkanund stand, sko, margir hefðu kannski svona klórað sér í kollinum
fyrir 20-30 ára síðan að það skipti miklu máli í golfi. Það skipti máli. Frábær punktur eða spurning út að Það voru bestu golfar heimi voru bara með tullur í gamla daga, sko. Já, ég ætlaði að bæta því inn í þetta svar, sko, að það er orðið bara rosalega mikilvægt að talandi bara, já, stand á íþróttafólki eða þá í golfurum í þessu tilfelli að ef þú horfir á túrin, það eru bara allir fitt og langflestir og þú vart að vera liður og vart að geta hreyfti vel og vera sterkur og borða mikið og allt þetta. Þannig að fyrir krakkana líka að svipa og ég fór í skólan með Gauta í gennum þetta að vertu íþróttamæður, ef þú 10 ára en þá yngri en þegar ég byrjaði í golfi að því fleiri íþróttum sem þú getur verið í, því meiri þjálfun, bara fjölbreytt í þjálfun sem þú getur verið í, því betra. Ég fór í gennum bara allar íþróttir einhvern veginn með Gauta og við erum ennþá í dag að sparka bolta og halda lofti með pingpong, spöðum og halda lofti með hamri, tennisboltum, skilur. En af hverju skiptir þetta svona, samanborið með að skilur á hverju þetta skiptir máli, fótbolta, handbolta, körfubolta, en í golfi? Það er bara svo mikið nákvæmni, skilur. Það er út að hitta miðjuna á hamrinum, pingu lítil blettur og þetta halda lofti með tennisbolta, stór bolti. Þetta er mikil nákvæmni, sama í golfi og þetta hitta boltanum á miðjuna á kilveisnum. Þetta þjálfa alls konar svona og þetta er taugakerfi og þetta virkja það allt saman og hana, já, bara vertu ógeðslega góður íþróttamæður. Það er að fara skila því. Ég veit að þjálfari minn, ég var heppinn að þjálfari minn líkaði vel við að ég var í góðu standi og góðu líkamlega svona fyrir íþróttir og það er eitthvað sem hann fílar. Já, það getur bara verið gott markmið fyrir marga. Já, og sjáum líka bara nýja skólan af atvinnukylfingum sem koma upp úr háskólanum, Háland, Morikawa og Úlf fyrir nokkrum árum og Kaufur núna og Þorbjörnsson, Dunlap og Clanton, þetta er allt íþróttar. Já, hörpu skrokkar og bara gaurar sem eru búin að vinna hart af líkamlu standi og sama andli og golf. Þetta er orðið svo fjölþætt og þetta er bara starra en bara standa út á range og slá í 3 klukkutíma. Bara berja kúlur. Já, lúðran. Með þess að Daily Junior standi. Hann er með tjóðlega betra standi en faðir sinni. Já, ég var að tala um faðir hans. Já, það er minn golfari. Fyrir utan tækirinn. Ég skil að það er vinsæll maður hjá mörgum svona gaman líka elska á þessi kalda og svona það eru mínum menn. Hann fór ekki í sömu leiður og samfæri með sín. Frökar Reykjavík, ég var nú bara í bænum Vestlamannleikina og það var nú ansi gott. Það er eiginlega aldrei betri tími að fara neyri í bæ og gera sin gladadag heldur en Vestlamannleikina. Þegar að fólk er að vinna í púkanum, allir aðrir út á landi, þá ákvað ég nú bara að bjóða fjölskyldum minni á Frökar Reykjavík og ég leiði þeim að sjá matinn, drikkina og stemminguna og mikið var ég ánægður með Frökar Reykjavík. Þeir eru með svo góða mat. Já, bara geðveikunum. Mæli með flanksteikinni, mæli með wagyu beef fyrir þá sem að eru með alvöru valjú. Veski líka. Já, fyrir þá sem að eru með loðna lófa og þykka, bústna vasa. Þá er wagyustekin auðvitað í þvælunni líka. Já. Autocenter, vantar því framrúðuskipti að tjóna sko. Þá er það Autocenter á Smiðjuveginum góða. Lengjan, vantar því að setja smá spennu í bestudeildina. Ég setti nú K-enningana á móti FH en glöggil hlustendur taki eftir að leikurinn fór 1-1. Hrakfari Óskars halda áfram á Kaplakrikavelli og Jói Karli, hann hatar að tapa leikjum. Já, þetta var bara ekki dag með Grettar á miðinni. Jæja, næsta leikur. Talaðu næsta leik. Luke Gray fekk svona 18 færi í þessum K-leik. Sko. Það er bara ekki nóg. Talaðu næsta leik, talaðu færi. Eru þið í krónunni? Þá ættu að sjá framstillingu á David Jones. Mango Slices, hættulega gott, fullkom fyrir íþróttamenn, döðlur, mango, stikkin. Við tölum aðeins við Gunnlauga. Það eru einhverjir golfarar sem eru að hlusta á þennan þátt sem að mættu grípa með sér döðlupoka í settið. Það sem ég finnst líka svo gaman, sko, ég er alltaf með döðlupok í settinu, ángríns. Ég opna döðlupokan og ég gef alltaf með mér. Þannig að allt hollið gleðst, sko. Frumherji, er bíllinn klár? Loksins er líka hægt að bóka tíma í byrjaðaskoðunni Frumherja í Núna appinu. Þú bóka tíma, mætir og Frumherji græða bílinn á örstundu. Hrafn Erlingsson spyr hvernig lítur venjulegt range sess út hjá þér og
hversu mikil tími fer í vipp, pút og pits fórum aðeins yfir þetta á hann Já, þetta er góð spurning. Þetta er sem bara fórum yfir æfingadaginn á hann. Ef þetta eru 3 tímar í æfingu, þá ertu að taka... Ég er núna byrjar að færa þetta þannig að ég er ekki að slá of mikið. Þegar ég hef slegið of mikið í gennum tíðina, að ég hef kannski slegið mig í smá, bara... Þetta er svo alltaf sama hreyfingin skilur, þannig að líka með þarf alltaf bara einhvern veginn að fá smá frí, þannig að fínt að fyrir mig núna að slá aðeins færri kúlur og meiri fókus á hver einustu kúlu. Þannig að þú kannski slá í hálftíma og þá brýtur það niður í smá tækni, smá svona performance og þannig að við fyrir mjög tæknina og fyrir mjög performance, það eru búin með hálftíma að slá, gæti farið upp í klukkutíma, fer eftir. Svo ertu með hina 2 tímana cirka bát í stuttaspil. Ég myndi segja að þetta væri svona, já, svona 33% sláttur, 66% stuttaspil. Ég myndi segja að það væri svona eins og ég gera þetta og inn í þessum slætti, þetta er kannski hálftími full swing, það er bara full sveifla og driver og allt það og svo kannski með hinn hálftíman ertu með meira í styttri höggum, vetsum, svona pizza, þannig að já, maður byrjar að færa sig meir inn í að bara vera úkslegur í stuttaspilinu og það er svo mikið aðstæðum úti í Bandaríkjunum sem öðruvísi þannig að það er mýlar með þar og svo færir það út á völl og æfi það en svo er það breytilegt eftir degi Byrju, sorry, það er ekki range session, ég er að talaði bara æfingadag Já, jú Ég skal taka range session ekki eldsnögt segjum að þetta er bara eins og hálfstíma range session það er fer fyrir kylfing að fara í bása eða eitthvað þá gefur þér að ég gef mér bara upphitun, slæði einhverja bolta í upphitun og slæði mig oftast að gera pókan, fer bara alveg upp í driver og svo fer ég þá er ég með eitthvað plan, það verða vetsar eða eitthvað svona performance drilla og þá er ég annarkvort að reyna að hitta lengdir, hitta svæði, blunda báðu, mismundi legur, þannig að svona, já, smá fjölþætt svipað og eins og með íþrótta eða að vera góður íþróttamaður, þú ætti að æfa alla þætti leiksins og mér finnst geggjað að enda æfingar á að testa sig, hvort sem að það sé að setja upp braut og segja, herru, ég fer ekki heim fyrir en ég hitti 5 í röð drive á þessa braut eða mjög þröng braut 3 í röð eða vera með 7 vera með flagg og hugsa ég ætla kannski með flagg og eitthvað annað target liðina og þá getur þú hugsað ég þarf að enda vinstra með við flaggið en samt nógu nálægt 3 röð þá ertu það svona búið til keppnislíkar aðstæður eða svona eins og þú farið út á velli Áttu hol í höggi? Já, eina þannig að það er ekki mikið fyrir En hvar var það? Það var í Englandi, æfingarhing. Sá það líka sko, ég segja það svona smá hikandi, þetta er smá skrítin hol í höggi. Þannig að það er á æfingarhing og grínið er svona mjög langt, pinnin er fremst og ég fer, þetta er 10. hóla, þannig að strákarnir fóru og þetta var strákarnir í landsliðinu og þeir fengu að fá sér svona sausage roll sem er mjög algengt í Bretlandi. Já. Þeir fór sér það og ég fer upp á teig og Setur hann? Já, ég fer bara einn annað og ég herru við vorum í svona leik, við vorum einhverjum að spila upp á eitthvað og ég hugsa að það væri fínt að prófa að slá aftast á grínið þannig að ég slæði einhverja 6 járn bara aftast á grínið og það er alveg 25 metrum lengra en pinnin og ég slæði það á og svo komast strákarnir upp á teiginn og þá ætlaði ég að fara að spila alvöruboltanum mínum og set hann í Já. Þannig að þetta er í rauninni annar boltinn að teig en samt er þetta aðalboltinn minn Já. Þannig að þetta er hol í höggi en ég er svolítið þannig að mér er eiginlega þannig alveg sama ef þú vilt ekki tella þetta þá lífum bara vel með það heiðarlegur en það var það bara þannig en Þetta er alltaf hol í höggi ég ætla ekki að telja proper hol í höggi fyrir en ég fæ það í móti mér langar að sjá það á skúrkortinu bara einn, skilur þannig að ég er að fara með á fleiri pinna Já, hobbykillingurinn ræðst á alla pinna hversu ofta hringast þú að með að beinta pinna? Einu sinni til 2 Já
Pældu í því, Birkir. Ég veit að segja reyndar ekki neitt. Nei. En það er rosalegt. En ég skal pæla í það. Já. Þú ert komin í svona proper golf þar sem í bæði háskólagólfinu og í þessu US Open. Já. Vellitin eru bara það krefjandi og þetta er svo svona fine margins. Þetta er svo fínir hlutir þar sem að það bara getur verið meter til eða frá en allt í þau mættir í bunkerinn í staðan fyrir nálægt pinnanum. Þannig að Þeir eru á þínu leveli. Réttu megin við hólun alltaf. Þegar þú ert á þínu leveli, tínir maður ennþá boltum með það? Já, heldur betur. Aha. Já. Já. Það gerist alveg við bestu menn. Já, ég held að vera bara eitthvað jólasveina sem letti því. Nei, það gerist kannski aðeins sjaldnar. Já. Það gerist oftar kannski þegar við erum að taka ykkur áhættu. En ertu þá bara með nokkra í vasanum og droppar? Nei, hann er mig. Ég leyfi öðrum að taka það. Mhm. Við geymum það bara í settinu og segjum að við erum að taka varabolta. Forgjáfa svindlara, ertu með einhver skilabóti þeirra? Bara fínt að hætta því. Já. Það er ekkert gott að vera að gera eitthvað svoleiðis. Nei. Bara ég líka fyrir þið sjálfum og öðrum. Takk. Takk. Liggur þetta þér. Þessi forgjáfa svindlara. Nei, maður er búin að heyra eitthvað. Arnar Karl spyr, er Krissi frændin geitin? Heldur betur. Hann er bara heldur betur geitin. Eyþór Örn spyr, uppáhaldshóla á Leirdalinn? Hóla 1. Frábær byrjunarhóla. Best á Íslandi. Mitt faglega mat. Ekki faglegt mat, þetta er hlutlegt mat. Já. Nei, hún er frábær. Þetta er út af, ástæðan er út af hún er frekar erfið. Já. Þú getur að labba í gegnum hana, þú getur ekki slegið hvert sem er. Hún er falleg, svona trjálína niður. Já. Sorry, þegar þú spyrir á þessu bestu völlum og þú þarfum með Katti, af hverju er ekki bara á golfbílum? Það er bara bannað. Já. Það er bara löpum. Það er bara bannað? Í háskólagólfinu erum við að labba 36 á hverjum degi. Það? Ekkert breyk á milli, bara fáum nestisbox eftir 18, beint á næsta teik. Já, eru golfbílar bara fyrir eitthvað amateurs? Golfbílar eru svona, við tökum það svona í æfingarhringjum ef við þurfum að vera hraðir að spila. Já. Við spilum í golfbílum oftast bara þegar við erum að leika okkur út að það er svo heitt að það er mjög erfitt að labba þessu velli. Já. En svona heilt yfir þá löpum við bara. Við líka bara gegja, góða æfing. Hvaða venja utan golfvallarins hefur haft mest áhrif á árangurinn? Spyr Haukur Már. Góð spurning. Ég myndi segja ægi. Það vera agaður í mörgum hlutum sem maður gerir og það er það að sérstaklega þegar ég er úti, það er rútína mín. Þegar ég er heima þá er ég í frí í rauninni en fyrir ungu kylfingana sem er í rútínu heima að byggja upp góða venjur. Það er ógeðslega auðvelt þegar þú ert komin í góða vana að halda þeim áfram og eins og fyrir mér þá er það bara ef þú gerir sömu hlutina ótrúlega vel á hverjum einasta degi þá verður betri. Það byrjaði bara að vakna og búa með rúmið þitt og fá góða morgunmat og fara í skólan og leiða gerðu vel og reyndu allan á þig ef þú ert ekki að gera vel. Farið heim, farið á æfingu, borðaðu vel, gerðu alltaf þessa litlu hluti, skilur. Alla þessa hluti sem eru sjálfsæðir en þessi hluti skapa aga og svo þegar þú kemur inn í nýtt umhverfi eins og í Bandaríkjunum í háskólagólfi eða háskólaíþróttum, þú ert komin í annan kúltúr, þú ert komin harðari þjálfara eða með við bara hvernig margir Íslendingar hafa upplifað að þá þarftu bara að vera reddi í meiri svona toughness og ef þú ert bara múin að byggja þér upp mjög agaðar venjur að það hefur hjálpað mér mjög mikið. Alveg harðhaus. Já. Daniel Freyr spyr drauma úr og Hjörtur Kristján spyr til hamingju með Mikkelsen samningin. Hvert er drauma úrið? Takk fyrir það. Drauma úrið, svona raunhafa drauma úrið er Dayjust, Wimbledon Dial. Vitið þið hvað er að tala með það? Þú ert úramæri, er þetta rollari eða? Já. Bara mjög stílhreint og flott úr. Passar einhvern veginn við allt. Vest er að þeir eru út allt í golfinu. Sko. Þeir eru sponsaðilega öll þessi stærstu maður. Maður sé það. Maður er alltaf mikið var við þá. Skapar mikið áhuga.
og svo svona þegar maður er komin lengra og einn daginn þá var ég gaman að fá sér Daytona Já, og það er svona ég er ekki búinn að mynda það drauma úr strax, það er svolítið fjarri, það er svona fyrir lengri komna Já. en maður er alveg þegar maður sér þau þá er maður alveg að leggja á minnið hvað maður sér í því sem maður vill hafa í sínu úri já. Einn daginn. Já, ánægður einn með daginn, það er bara ef maður spila náðu gott golf þá gerist þetta sjálfkrafa það er svolítið Já, það er nefnilega málið. horfður á þetta þannig Ólfur Nordqvist spyr, finnst þið 7 og 9 trí að vera veisla eða létt vók? mér er 7 tré veisla 9 tré er aðeins of hart fyrir mig Já, þú þarft að vera rosalega spenntur fyrir að fara á móti straumnum ef þú ætlar að fyrir 9 tréð en ég er ekkert á móti fyrir einhverja sem er að byrja sérstaklega kannski fólk sem að slæðir ekkert fast í boltan hvort sem að það sé fólk sem að búin að meiðast eða bara eldra fólk eða eitthvað svolítið að á finnst mér að gegja og það bara hjálpa þetta er bara veisla og hjálpar boltanum að komast í loftið sem er stundum vandræði fyrir ákveðna aðla þannig að já, ég er 7 tré maður en 9 tré er gróft fyrir mig 9 trí, er það hálfviti bara basically eða? Nei, það er eitthvað það er bara sam og 7 tré nema bara með ógeðslega miklu lofti Já, að flá á kilunni ég veit ekki svona hvað myndi gerast bara blindist bara að horfa á það sólin kemur í það en þú ert með 7 trí, mér finnst það magna. ég nota það mjög sjaldan, það er fyrir mjög ákveðna velli Já. Er fyrsta deytið alltaf hermir, spyr einn ónefndur? Nei, ég verð helst til að vera ekkert með golf að gera Nei. bara eins og langt frá golfi og hægt er eins og það verður örugglega heyrt að þá er nóg golf í lífinu mínu þannig að því minna golf því betra Já. Jakob Daði spyr, vinnur Axel Bóasson Íslandsmótið? Þetta er góð spurning ég er að reyna að hugsa hvernig ég ætti að svara þessu ég vil ekki særa neitt sko ekki særa Axel, það er frábær drengur ég held að hann sé einn af mjög góðum kandidatum fyrir að vinna þetta mót við séum með nokkra ég og marga góða vini þarna sem að ég held mjög mikið með og sáttum með marga sigurvegara þannig að ég held að bara býða að sjá Ég set mína penning á Kristófur Orra það er nú bara ég kannski maður ruglaður Ég held að Jói Guðmunds takk þetta Jú, en það er svona að renna einhvern veginn öll vötti Kristófs Annars þetta Akureyri fyrir nokkur mánum ég held að þetta geti verið hans dagur hans stóru stund Svo má ekki sofa Axeli Það er eitt skemmtilegt sem að ég og Bjarki gerðum Kadímin, hann vann Íslandsmótið 2020 í Mosó skemmtilegt sem við gerum í fyrra og fórum auðvitað sama mót og meðan Íslandsmótið var í gangi og við eiginlega bara slöktum á símanum lokadaginn Íslandsmótinu það var æfingarhringurinn okkar og við fylgdumst ekki neitt på stöðinni og mættum svo bara upp á hótel og kveiktum á útsendingunni upp á nýtt þannig að við bara fengum þetta beint í æð alla spennina ég er búin að preppa núna að spila korpu ég er búin að spila korpu svona, já ég er í þessu 1% sem hefur spilað hann oftast af keppinundum þannig að ég er mjög vel undirbúin til að horfa í sjónvarpinu það er bókamál Kjartan Brím spyr, er unnið með íþróttasálfræði í LSU, hvernig hjálpa það þér? Ég er ekki með neitt úti, ég er með hann bara heima og frábær kall bara frábær strákur sem hjálpa mér og mjög auðvelt í rauninni maður bara tekur símtöl heim bara videokól og fyrir mig við að þannig en eins og ég nefndi áðan það er allt til alls í skólanum þannig að ég geti fengið hvaða þjónustu sem er úti á bara með tíma sem er mjög næs En eins og kannski fólk og hlustendur sem eru komin alla leið hingað þeir eru búin að átta sig á því að sálfræðingur skiptir heldur miklu máli í gólfinu Já, þetta er mikið sem maður reynir á andlega þáttinn og mjög þroskandi íþrótt þannig að það er líka bara einhvern veginn mismikil þörf á því ég meina, sumir eru bara ógeðslega góðir náttúrulega og þurfa ekki mikil hjálp og sumir þurfa meiri hjálp þannig að
en það 100% það sem að sker á milli, það sem að þessi sem eru bestir og þeir sem eru bara mjög góðir, það andlega hliðin. Þorvaldur David Johnson spyr hvort þú sért ekki örugglega að nota döðlunar hans í golfbókaðinum og hvort þú notir náttúrulega stinningarlyf eins og döðlur. Herru, ég er ekki mikið í döðlum úti, sko. Nei. Það ég hef ekki verið var við þær í Bandaríkjunum. Nei. En ég kíkja alveg á þar þegar ég er heima. Ég verið heiðalug með það. Ég held að hann sé búin að slæta í DM hjá þér. Ég held að hann vilji fá að komast í bókaðin, sko. Það ekki? Já, ég held að það sé ekki ólíklegt. Við erum að kíkja á það. Já. Ég er ennþá að vinna í, sko, nestisbókanum í settinu. Já. Það er ennþá allt í vinnslu einhvern veginn. Það er erfitt að fara úr einhverju beef jerky sem er í Bandaríkjunum og einhverju barbecue dóti í allt í hennu eitthvað svona næs hérna heima, þannig að ég er að finna þessa blöndu. Hvort myndið þú freka vera með hæðina á spenna eða gólfhæfileikana á spinna, spyr Brynjar Óli. Frábæri alltaf, þið veit ekki neitt. Þetta eru Ég veit ekkert hvað hann að tala um. Sko. 2 meistarar. Sko, ég held að ég myndi ekki fara langt í golfferðinu mínum ef ég myndi taka hans golfhæfileika. Nei. Sorgarsaga. Já, svolítið mikið sorgarsaga. Þessa dagana, þetta er mitt svona, þetta er eiginlega eini sem ég hef reynt að hjálpa eitthvað aðeins. Það er langt síðan. Ekkert gengið. Sá hann í dag. Það er mjög mikið potential. Ok. En ég þyrfti eiginlega að fá hann til þess að vilja þetta jafn mikið og ég vil að hann verði góður. Einmitt. Þannig að ég þyrfti eiginlega að taka hæðina að spenna. Já. Ég held að ég myndi verið í toppmála þannig. Sorry Brynjar. Með hvað atveðin Kilviki sérðu mestu líkindi þín? Hvers sveifla líkist hinni mest? Ég myndi óska þess ef að myndi spyrja einhvern annan, ef einhver myndi segja Adam Scott, það væri stærsta hrós í heimi. En ég ætla ekki að segja það og ég ætla ekki að fara að segja að ég sé með einhverja glæslustu sveiflu. Ég myndi segja ég horfa á nokkur aðeila, ég horfa á Adam Scott, ég horfa á Justin Rose. Þetta eru strákar sem ég horfa á núna svona upp á síkasti sem ég fíla mjög mikið bara hvernig þeir slá og bara hvernig þeir bara einhvern veginn approacha leikinn. Ég svona, ef ég myndi móta hann með eftir einhverjum ákveðnum, Rory líka, en ég veit ekki hvort ég get sagt sjálfur einhvern leikmann og það er að maður einhvern veginn sér ekki neitt í sin einu sveiflu nema bara eitthvað ákveð. Sko, Egill Einarsson var í ágrið þetta 301 og hann talaði um að sko, honum alveg sama hvað hann góður í gólfi, hann vill bara með Instagram-væna sveiflu. Hvað geta hlustendur gert til að vera með góða Instagram-væna sveiflu? Og sérstaklega Egill, kannski. Já. Fyrsta skref er góð uppstilling. Þú vilt ekki líta út eins og þú veist ekkert hvað að gera í byrjun. Og hvernig gerum maður það? Erfitt að útskýra, kannski? Mjög erfitt að útskýra og það besta væri bara að segja kýtt út í gólfkennarar, skilur, en þá varst að fara pæla í því. Já, horfðu bara í speil. Fyndu speil sem nógu stórt sem hún getur litað á þig sjálfan, bara hann sé í raun að hægra mig við þig fyrir réttenda kylfing og googlaði þessu bara mynd af Rory eða eitthvað og reyndu svona að lúkka svipað og það er að þú þarfst að líta út frá veit hvernig þú ætti að standa við kúlun allana. Svo er þetta bara góð rytmi og svona tempo sem er einu saman hluturinn og svo enda bara í jafnvægi, enda í góðri lokastuðu. Lokastaðan er key þarna. Ef þú endar bara með fallega táin upp og kilvan yfir bakið, þá er þetta bara rjómi. Já, sko, ég verð að spyrja bara fyrir hlustendur sem er að hlusta, þú er ekkert hugsað að fara að þjálfa? Ég hef enduruglega að þjálfa eitthvað aðeins einn daginn. Einn daginn, já. Þessi minn maður Binni, hann ég hef reynt að kenna honum aðeins. Já. Bara sem vinur. En við ætlum ekki að hvetja fólk til að heyri þér? Ekki eins og er. Ekki eins og er? Kannski næstur þú kemur? Já, þegar hún atvinnumaður, þá er ég orðinn svona eitthvað leiti svona meira aðgengi að geta kennt fyrir þá getur henni fengið borga fyrir gólfkennslu. Tæknilega sé mætti það ekki núna en það er bara eitthvað reglur. Ég líka bara hef engan tími í það núna. Það er nóg að gera þess. Já, en ég hef ógeðslega gaman að því að reyna að hjálpa ef að ég geta. Og
sjáum til hvort það gerist ekkert framtíðinni. Brynjar Óli spyr, hvað ætlar þú að týna mörgum ferðartöskum árið 2027? Já, sko, kannski útskýri þetta Er ykkur, já, formála ég þessari spurningu? Já, ég er búin að eiga svolítið erfiðar ferðasugur upp á síkasti með ferðartöskunum mínar. Það eru eitthvað ekki alveg að vilja skila sér á áfangastað. Nei. Fór sérst heim hana eftir fyrstu önnina mína jólafríinu fyrra og rétt náði fluginu mínu og það var allt cancelað og allt í rugli og ég er komin heim, enga töskur, fyrir bara heim. Gólsett minn mætir daginn eftir og ég er með AirTag. Heppilega fekk ég AirTag deginum áður en ég fór heim aftur frá skólanum og taskan minn sé í Boston sem ég flög frá og svo flýgur hún til New York og ég hugsa, þetta er eitthvað skrítið. Nice. Ég sagði, já, þetta er bara eitthvað svona típist protokóla og flýgur til New York og svo heim. Svo flög hún til Portland, Maine. Já. Og þá hugsaði, þetta er ekki áfangastæðar Icelandair. Nei. Eða Play á þeim tíma. Og þá var maður aðeins að pæla hvað í andskotan mér ekki með töskunum minn. Og þetta var með hellinga jólagjöfum og allt í rugli einhvern veginn og fór að pæla í bara, fór að trakka þetta og fylgjast með AirTaginu og allt í einu var hún komin af flugvellinum að keyra í einhvern klukkutíma 2 og stoppaði svo bara út í sveit og ég fyrir á Maps og sé þetta bara 2 hús og 3 út allt og veit ekkert þetta. Þannig að ég fer að sofa, hún er ennþá þegar ég vakna og ég bara, þetta gengur ekki lengur. Finn lögreglustöðina sem er næst og ringi náttúrulega ringi non-emergency number og ringi bara og ég segi, ég held að töskur minni var stólið og þau bara, ok, og ég sendi þeim adressuna og þau fara og þá var hún bara fyrir utan eitthvað hús og og þá var miði á henni, flugfélagi setti bara rangan töskumið á. Já. Í rauninni, þegar þú týnir tösku, fara þær eitthvað og þeir settu adressuna hjá okkur öðrum. Þannig að hún var send á rangan stað í staðinn fyrir heim til mín. Já, ok. Þannig að þarna fór hún bara upp á löggustuð og svo var helgi, þannig að hún var þar yfir helgina og svo. En þú fékkst þetta? Ég fekk hana svona viku 2 seinna. Já. Og svo hef ég fengið nokkur svoleiðis atvik, ekki eins slæm, en þannig að markmiðið er auðvitað 0 en já, og því minna vesen því betra. En þetta er skemmtileg vinkill. Já, mjög. Passuðu upp á töskunar ykkar. Næst síðan spurning kvöldsins og Kjartan Brím ára líka. Kjartan Brím er náttúrulega mjög góð að vinna þáttanins. Takk fyrir frábæra spurningar, Kjartan. Kjartan spyr, ertu farin að hugsa út í næstu skref eftir háskólan? Já, eitthvað smá, en ég er bara að reyna að lifa hvern dag fyrir sig og eins og ég sagði á þann að reyna að bæta mig bara hverjum degi. Hvað áttu mörg ára eftir? 2 eða 3 eftir breytinguna, þá get ég verið í 1 auka ár. Og þetta er í rauninni bara eitthvað sem að ég horfa á þetta þannig að ef þú átt skilið að komast alla leið þá gerur það einhvern veginn og það þarf ekkert endilega því að þú fer hefðbundu leiðin að því. Þú getur enda með að hætta í golfi í ár og svo byrja aftur. Það er normaður sem að gera það og er núna búin að vinna á Píkja. Hann var að spila með Kristófer Orra og öllum þessum strákum í áhugamennsku. Svo bara hætti hann, fann einhvern veginn að þetta var ekki það alvarlegt eftir ár og brilleraði. Þannig að það eru margar leiðir að þessu. Þannig að ég einhvern veginn er ekki mikið að festast í einhverja niðurstöður eða hvernig þetta fer. Þetta er bara, ef ég held að vorum að vera betri í golfi þá tekum við það með eitthvað. En draumurinn væri að vera áfram í Bandaríkjunum? Já, og bara komast beinustu leiðin á túruna þar og enda á Píkja-túr. Það eru loka spurningin, þú svarar henni aðeins frá Jóhann áðan, hann ætla að segja bara svona 1 ráð til ungra kylfinga eða bara kylfinga almennt, eða þau vilja bæta sig. Já, bara einmitt, svipa á hann, þetta liggur allt í stutaspilinu, litlu hlutunum, bara vera dugleg, það gerir ekki mikið að segja hvað þú ætlar að gera, ef þú gera það ekki, þannig að bara fara út á völl, byrja þar, fara að chipa búta og svo leitaði hjálpar ef þú þarft þess. Og tala svo mikið. Já, ég veit það. Þetta verður komið í minnati. Já, bara leitaði hjálpar ef þú þarft í þjálfun eða hlusta á þá sem að vita betur og bara treystu vegferðinni og svo hafa gaman. Það er miklu skemmtilega að
spila golf heldur en að sitja á skrifstofunni allan að finnst mér. Já. Ekki kaupa dýrustu kylfundar? Það er mjög góð pæling sko. Ég ef þú átt efni á því þá farðu all in þar. Það? Já, ekki. Jú, já. Fyrir þá sem að byrja, nei. Ef það er ekki, já. Ef þú átt efni á því, þá máttu alveg gera það. Gunnlaugur Árni, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna og við hlökkum til að fylgjast með þér áfram. Takk hérlega fyrir mig.